Góðan daginn og verið velkomin á ráðstefnu landsbyggðardeildar FKA, Suðurlandsdeildar, Vesturlandsdeildar og Norðurlands. Ráðstefnan ber yfirskriftina Ný heimssýn á nýju tímabili, arðsemi hamingjunnar á landsbyggðinni. Ég heiti Laufey Guðmundsdóttir og verð ráðstefnustjóri hérna í dag og er stödd á Suðurlandinu. Þannig að við ætlum að svona kasta boltanum hingað og þangað og til London líka, þannig að við erum ekki bara hérna hér á landi. Ég ætla að byrja á því að taka fram að ráðstefnan er tekin upp og ef þið hafa einhverjar spurningar til fyrirlesara þá getið þið sett það í spjallborðinu inn í Zoom og við reynum eftir bestu getu að svara þeim. Það er knappur tími og mikið sem við ætlum að ræða og koma framfæri en við gerum okkar besta. En við höfum fengið samgöngu- og sveitarstjórnarráðherrann Sigurð Inga Jóhannsson til að opna ráðstefnuna. Sigurð Ingi, má ekki bjóða þér að fá sviðið, gjör svo vel. Já, takk kærlega fyrir það. Fundarstjóri eða ráðstefnustjóri og hérna ráðstefnugestir. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. En það er þetta með alfaraleiðina. Er hún ekki bara þar sem maður er? Spyr Geiri í kvikmyndinni Börn náttúrunnar. Þegar dóttir hans talar við hann að samskipti þeirra hafi ekki verið mikil í gegnum tíðina. Þetta er jú stórfengleg mynd hjá Friðriki Þór Friðrikssyni, enda var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna á sínum tíma. En það er þetta með alfaraleiðina. Hún er jú þar sem maður er. Og við finnum fyrir því núna á þessum tíma sem heimsfaraldurinn hefur sett mark sitt á að alfaraleiðin hefur breyst. Því eiginlega liggur hún nú inn á hvert heimili. Og þótt við söknum þess vissulega að geta ekki setið saman á stórum ráðstefnum eins og þessari sem þið haldið í dag, þá búum við að því að á síðustu árum hefur verið lyft grettistaki í ljósleiðaravæðingu landsins, alls með Íslandi ljóstengt, sem að ég kallaði í grein minni árið 2013 ljós í fjós, svona skemmtileg tenging. Þessi háhraða tenging sem að yfirstígur hindranir veðurs og fjalla hefur gert okkur lífið bærilegra í kófinu. Og það er líka eitt af því sem við tökum jákvætt út úr þessu ástandi að þröskuldarnir sem hafa heft verkefni eins og störf án staðsetningar hafa verið pússaðir niður og eina fyrirstaðan nú er í huga stjórnanda hjá stofnunum hins opinbera og fyrirtækjum landsins. En það kemur og munum við leggja okkar á mörkum til þess að fólk geti sest að þar sem til líkar best og unnið nálagt heimili sínu þótt það sé til að mynda fjarri höfuðborginni. En kæru ráðstefnugestir, það er mér mikill heiður að fá ávarpa ykkur við upp á þessar ráðstefnu nýja heimssýn á nýjum tímum. Störf án staðsetningar hafa verið sérstakt áhugamál mitt lengi og í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að stíga þetta stóra skref í takt við nýja tíma eins og við sáum það á 2017. Og heimsfaraldurinn hann hefur haft þau jákvæð áhrif að augu fólks fyrir þessum möguleika hafa opnast. Það er alltaf eitthvað jákvætt við krísur, enda segja sumir að það eigi aldrei að láta góða kreppu fram hjá sér fara. Störf án staðsetningar eru þetta stórt og mikilvægt mál fyrir byggðir landsins. Íbúaþróun á landinu hefur verið hér eins og víðast annars staðar á þann veg að fólk færi sig til stærri staða því þar hefur uppbygging atvinnutækifæra, menntunar, nýsköpunar verið hröðust og það eru jú ákvarðanir okkar mannanna. Það hafa því staðið yfir stórkostlegir fólksflutningar frá dreifðari byggðum til höfuðborgarsvæðisins ekki síst á Íslandi síðustu áratugina. Þessum flutningum hefur verið lýst vel í bókmenntum og kvikmyndum síðustu aldar. Land og synir Börn náttúrunnar sem ég nefndi áðan eru það kannski sérstaklega eftirminnileg. Fyrir nokkru síðan og eiginlega finnst mér vera heil eilífð síðan því það var fyrir faraldurinn, þá satt ég á ráðstefnu byggðamál í Aþenu. Þar var mikið það rætt sem á ensku er nefnt megatrend og lýsti sér í þessum miklu flutningum úr dreifbýli og minna þéttbýli í stóru borgirnar. Eitt af mínum hjartans málum í stjórnmálum hefur verið að berjast gegn þessari þróun. Ekki af því að ég sé einhver óvinnur höfuðborgarsvæðisins eða stórra borga, þvert á móti,
heldur vegna þess að ég vil að fólk geti búið sér líf þar sem því líður best og þurfi ekki bara að fylgja straumnum þangað sem hann liggur sterkastur. Það snýst mín byggðastefna að styðja við byggðir allt land með því að auka atvinnutækifæri og tækifæri til menntunar hringinn í kringum landið. Störf án staðsetningar hljóma því eins og englasöngur í mínum eyrum. Stefna ríkisstjórnarinnar enda að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytum og stofnunum þeirra verði án staðsetningar árið 2024, þannig að búseta hafi ekki áhrif við val á starfsfólki í ráðuneytum og stofnunum. Árið 2019 skipaði ríkisstjórnin verkefnishóp með fulltrúum allra ráðuneyta til að annast framkvæmd þessa verkefnis og tryggja að þau markmið sem að stefnt náist. Verkefnastjórn í höndum fulltrúa forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og ráðuneyti hjá mér, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Í febrúar í fyrra þá óskaði hópurinn 2020 eftir upplýsingum frá öllum ráðuneytum og stofnunum þeirra á höfuðborgarsvæðinu heildarfjölda starfa og þar að leiðir fjölda starfa sem gætu verið án tilgreindrar staðsetningar og 100 stofnanir af 122 skiluðu greiningu. Og þar kom fram að mati stjórnendana að mögulegt væri að auglýsa allt að 890 störf án staðsetningar sem að samsvöruðu cirka 13% stöðugilda þessara stofnana sem svöruðu. Hlutfallið var mismunandi eftir ráðuneytum, hæst hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 38% og lægst hjá dómsmálaráðuneytinu eða 2%. Og við sáum mun á stofnunum þar sem að var alltaf 97-8% starfa hjá 140 manna stofnun yfir í einhver aðra stofnun sem virtist vera með svipaða starfsemi þar sem að matið var 3-4%. En það ber að hafa í huga að könnunin var send út áður en áhrifa heimsfaraldurs var farið að gæta og greining stofnanna gæti því verið önnur í dag og ég eiginlega fullyrði að hún væri önnur í dag og þá í þá átt að enn fleiri störf mætti auglýsa án staðsetningar og meta þau þannig. Störf án staðsetningar ekki aðeins stórt mál fyrir starfsfólk, heldur það ekki síður dýrmætt fyrir ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki að fá sjónarhorn fólks sem býr víðar landsbyggðunum inn í vinnu sína við stefnumótun og áætlanagerð og önnur dagleg störf. Sjóndeildarhringurinn breytist og hann stækkar, víkkar. Mér finnst yfirskrift ráðstefnunnar hér í dag hitta naglan á höfuðið en þar segir í annarri línu arðsemi hamingjunar á landsbyggðinni. Ég held nefnilega að við höfum í umræðum störf án staðsetningar verið alltaf föst í einhverri stofnana og stjórnsýsluhugsun sem vissulega nauðsynleg með en mist sjónar á mikilvægasta þættinum í þessu verkefni sem lífsgæði og lífshamingja fólks. Ég man eftir því að hafa fyrir nokkru síðan lesið grein mannauðsmál fyrirtækja þar sem rætt var við forstjóra veitingasölukeðju í Bretlandi. Og það hafði vakið mikla athygli hvað viðhorf og framkoma starfsmannakeðjunnar voru jákvæð og framkoma starfsmannakeðjunnar voru jákvæð og starfsmenn hefðu hærri starfsaldur en í sambærilegum keðjum. Forstjórinn var spurður hvað ylli þessu, hvernig stefna fyrirtækisins í mannauðsmælum væri frábrugðin öðrum. Hann sagði svo sem ekki vita það, stefnan væri hins vegar frekar einföld. Þau legðu sig fram að ráða hamingjusamt fólk til starfa. Ég nefni þetta hér og nú af því ég held að störf án staðsetningar snúist ekki aðeins byggðamál, ekki aðeins að ráða þann hæfasta burtséð frá búsetu, heldur ekki síst það að fólk geti valið sér búsetu óháð starfi á stað þar sem því líður vel og í umhverfi sem gerir það hamingjusamt. Og hamingja eins og við vitum öll, bráðsmitandi og hefur áhrif á umhverfi okkar, framlag okkar í vinnu og þar með á verkefnin og útkomu þeirra. Ég vil að lokum bara þakka fyrir tækifæri til að ávarpa ykkur á þessari mikilvægu ráðstefnu og segja að lokum áfram veginn til hamingju. Gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir þetta, Sigur Ingi. Já, við ætluðum einmitt að upphaflega halda þessa ráðstefnu
í raunheimum. Við vorum það bjartsýnar að hlutin eru komnir í ágætis form þá og ætlum að vera á Háskólanum á Bifröst, en svo bara breyttist þar sem ekki aðstæður. Þannig að við bara drifum okkur í að gera hana rafrænt og það gerir það verkum að við erum kannski fleiri sem getum bara verið og tekið þátt hérna í dag. Bara kærar þakkir. Já, þá skulum við bara henda okkur í þetta. Við ætlum að byrja hérna á Suðurlandi. Fyrst í pontu er hann Auður í Oftesen hjá Sumarhús og Garðinum. Hennar erindi ber heiti tekist á við breyttan veruleika. Breytingar gefa ótal tækifæri þegar hugmyndaflugið er frjótt og ekki skorti áræðni. Auður flutti með fyrirtæki sitt á Selfoss 2011 eftir bankakreppuna og skiptum gír. Fjölgaði ekkjunum í körfunni. Í COVID flutti hún svo farsæl námskeið í netheimum og tilbúin nýja þjónustu að Íslendingum gefst færi á faðmast á ný. Auður, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Laufey. Ég kom nú hérna með orkídeu til að tileinka þessari ráðstefnu fegursta blóm sem að vex á jörðu og Laufey varðveiti þar og geymi til æviloka. Ég er Sunnlendingur ætt, hvergerðingur sem var orðin Reykjavíkurtútta, þarna þegar að kreppan sem hún nefndi skall á svo dýpsta í sögu landsins. Ég var með útgáfufyrirtæki í bænum með 6 manns í vinnu, mikið tilstand og umstang og eins og þekkt þá var bankakreppan banamein ansi margra fyrirtækja á landinu og útgáfufyrirtæki voru sannarlega á lista yfir þau. En það var þannig að það er alltaf einhverja leiðir út og það vildi þannig til að þjóðin, hún færði sig úr dröktunum og jakkafötunum yfir í loppeysuna og gúmmítútuna og hafði sérstaka löngun til þess að tengjast jörðinni. Það nú þannig með mig að ég er garðyrkjufræðingur og mín sérkunnátta er mold og garðyrkja. Þannig að þarna var kjörið tækifæri til þess að stofna til námskeiða sem ég gerði ásamt fleirum og kenndi 100 manna þetta vor 2009. Það hefur ekki verið láta á þessum námskeiðum vegna þess að síðan kemur þá COVID og þá enn frekar tengist íslenska þjóðin og þeir sem hér búa og allan heim, heimilu sínu og náttúrunni. Þannig að ég er enn og hef verið að þróa þessi námskeið. Mér langar aðeins að segja frá öðru sem hefur verið að þróast hjá mér, en við gefum út, ég og maður minn Páll Jökull Pétursson, við gefum út tímaritið Sumarhús og Garðurinn og 2008 þá náttúrulega gerðist bara ekki neitt lengi vel og við gáum samt út 2 blöð. Við fórum þetta á Þrjóskunni og þau eru 4 í dag og þar er stór viðskiptarhópur. Ég er að sinna honum með útgáfu bóka, þær eru 13 orðnar og þar stoppaði líka og núna er það aftur að fara í gang og það má þakka íslensku ríkisstjórninni fyrir styrki sem þeir veita, 25% af kostnaði við útgáfu. Þannig að það virðist alltaf eitthvað og hérna maður heldur áfram veginn. En við vorum líka með mikið og öflugt sýningarhald í Reykjavík sem vorum búin að vera með í 8 ár, 2008 og vorum með stórar sýningar í Fífunni og svo líka í Laugardalshöll og síðasta sýningi var hvorki meira minna en 10.000 fermetra stór og það var ekki skrítið að þegar ég svo flytt á Selfoss og er að kaupa þar og skoða hús, fallegt funkishús, að ég sá strax fyrir mig að ég myndi fá að loka götunni og Hlíðargötu þar sem að iðnaðarsvæði og þarna myndi ég færa góðu sýninguna, sumarsýninguna okkar Páls og það tæki hugsanlega 10 ár að koma henni í stand þannig að við erum búin að loka nærliggjandi hverfum. Reyndar hef ég einu sinni fengið lokun þarna á þessu sýningum
og þær höfum við haldið með einhverjum hætti frá því við fluttum á Selfoss. Nú ætla Laufey að koma hér og ýta á töfratakka. Hvað gerir maður með annað, gerir maður ef maður hefur ekki svona góðan aðstoðarmann? Það þarf alltaf að vera eitthvað smá tæknileg vandamál. Já, það er ekki vandamál, það er bara að ýta og takka. Það byggjum við. Það er að gera. Það sýnir ykkur svolítið á myndrænan hátt frá þessu starfi okkar hér á Selfossi. Vegna þess að þegar við komum á Selfoss þá vorum við bara eingöngu komin á stað með námskeið, búin að gefa út blaðið tvisvar á ári og reyndar maður minn var að byrja að feta sig í átt að ferðaþjónustu. Og það var mjög gæfurík starfsemi hjá honum. Þetta kemur. Hvað erum við að finna þetta? Þetta kemur. Og þar eru eins og gott er það að hafa mörg egg í körfunni til þess að vinna úr þegar að þessar kreppur á Íslandi koma. Það koma kreppur á Íslandi 10-15 ára fresti og þetta hefur ég fullorðin konan lært. Það var að kalla á palla. Þarna kemur það. Yes. Takk fyrir. Þegar við skoðuðum á Selfossi þá vorum við strax hrifin af þessu húsi sem er í Fosseyri 1 og það var til bóta, mér fannst það mikil kostur, það var ekki nokkuð skapaður hlutur í þessum garði og ég hef hannað hann upp, reyndi að teikna hann upp á blaðsnepil þegar við vorum búin að fá lyklana og vorum að keyra frá húsinu. Og þannig var nú garðurinn og í dag er ég búin að skapa þarna listi og kennslugarð. Þannig að vera með garð gaf mér tækifæri til þess að útfæra mín námskeið og ég held námskeið með litlum og stórum hópum. Í COVID er þetta litlir hópar og nota þá allt heimilið og svo er ég með 2 gróðurhús. Síðan höfum við notað húsið, okkur dettur ýmislegt í hug, við höfum haldið ljósmyndasýningar, Páll Jökull er ljósmyndari og þá höfum við nýtt húsið til þess að hengja upp myndverk. Og svo er líka hægt að nota umhverfið til þess að halda boð og ég get verið með námskeiðin utandyra. Ég er í mjög góður samvinnu við nágranna minna og hún í Lindinni, hún Kristín í Lindinni, hún er líka FKA-kona og hún hefur verið með mér á nokkrum þessum mótum eða þarna var stefnumótið Múlatorg, það er hátíð sem við byrjum saman með en ég held hana núna, það er sumargarðurinn sem stendur að núna og þetta byrjaði þannig að það var þarna, við fengum að loka göttunni eitt ári og þá vorum við svona skottsölu, svo er markaður, mikil menningatengt efni og svo líka fræðsla. Og þannig er ég að koma á móts við mína viðskiptavini, áskrifendurnar, Selfyssingar komu fáir í byrjun og eru svona að komast á bragðið. Og þarna hef ég verið að taka móti 1500 til 1000 manns á einum degi og ég hef svona leiðarljósi að endurvarpa hamingjuna og vellíðan. Síðan hefur þetta vakið athygli á fjölmiðlamanna og við fáum umfjöllun sem er alltaf til bóta í fyrirtækjum og gestir eru ákaflega ánægðir. Við erum alltaf með tónlistaruppákomur og í fyrra þá fengum við eina sem er félagskoni í FK og flutti þar argentínska ballöður og við fengum þetta þróaðist, við sjáum þetta hefur verið að þróast og í fyrra fengum við lánað þessu hús sem þarna eru komin niður hjá Árbæ og fengum styrk, jafnframt góðan styrk. Þannig við byrjuðum í mínus mörg ár og nú er þetta farið að gefa af sér og það sem er svo dásamlegt þegar maður að brennur fyrir einhverju, það er að hafa gaman af því sjálfur. Og það er það sem ég mikið að gera í þessum hátíðminum, ég er að skemmta sjálfur mér. Í fyrra vorum við með samsýningu hollenska listakonu og Páls Jökull sem sýndist þarna og svo er hér í bakgarðinum og
húsið smátt og smátt að byggjast upp, það var óttalega drusla til að byrja með. Og hérna var búið að rífa bílskúrinn þetta árið, það verið endurbyggt og þarna sjáum við myndir af námskeiðum okkar. Þarna að koma fólk á öllum aldri og lærir að rækta bæði bóklegt og verklegt. Og það vekur mikla ánægju þeirra sem að sækja þau. Og nýjasta varan, núna fólk orðið svolítið leitt á COVID, hundleitt á COVID og leitt á að vera mikið á netinu. Þannig að núna varan sem ég að bjóða, það námskeið sem eru upplifunarnámskeið. Ég býð upp á kryddsmakk og góðan mat og við förum út í gróðurhús og tökum grælinga og sáum. Allir fara með plöntur með sér og þið sáu þarna ánægðan viðskiptarhóp. Nú ætla Laufey að slökkva á þessu, það getur vel verið að ég ráði við það bara sjálf. Dugleg stelpa. En þið sáuð á þessu, það leiðir eitt að öðru og það sem ég ætla eiginlega að hvetja konur sem eru hugmyndaríkar og áræðnar að standa alltaf með hugmyndu sínum. Vegna þess að á þessari leið sem ég hef farið og reyndar alveg frá því að ég ákvað að læra smíðar í gamla daga, þá hafa fyllt í fortölur. Ekki ertu alveg ruglumanneskja, þú bara átt eftir að saga fram á fingrunum, heyrði ég þegar ég byrjaði í smíðunum. Og svo þetta svo mikið vinna hvort að leggja þetta á þig. En hlustið ekki á fortölur annara, hlustið á ykkur sjálf og látið vaða og leitið endilega að góðum fyrirmyndum. Fyrirmyndi mín í æsku var Ragna Hermannsdóttir, hún var í Bárðardal, bjó í Hveragerði og það var kona sem lærði garðyrkju og fór svo að læra ljósmyndin í bréfaskóla í Ameríku. Hún setti upp ljósmyndastofu í þorpinu 1970 og síðan fer hún í myndlistaskólan þegar hún 50 og fer þau nýlistabraut og var fjölhæf í því og skellti sér svo í nám í háskólanum 74 ára. Þannig að hvert einasta sinn að ég heyri einhverja sem að hvetja mig til þess að hætta eða draga saman seglin eitthvað þeimdur, að þá hugsa ég til þessari elsku Rögnu Hermannsdóttir og endilega eigið ykkur fyrirmyndir. Mér þykir líka vænt það þegar ég sjálf fyrirmynd ungra krakka og ég hef alveg orðið fyrir því þegar ég var að vinna við steypuvinnu einhvers staðar í Reykjavík man ég, að þá kom lítill drengur hjólandi fram og tilbaka og hann spurði svo eftir nokkra mínútur, ertu kona? Og við sem förum svona ófetaðar leiðir, að það svolítið kraftur í því að vera þá fyrirmynd ykkar, unga fólksins. Og unga fólkið sannarlega líka fyrirmynd okkar eldra fólksins vegna þess að þekkingin hefur breyst svo mikið og samspil þessara tveggja og allra hópa og ég tala ekki innan félag kvenna í atvinnulífinu og ég hef notið góðs af þeirri samvinnu hér á Suðurlandi, við erum orðin alveg fjölmargar, hver annar frábæri, að þar eru við farnar að vinna saman og ég með 2 verkefni sem að ég ætla að vinna með konum í þessum hópi og síðan ég að endurbyggja bílskúr í garðinum og ég ætla nú ekki að tróða neinum helvítis bílum þar inn, heldur verði ég þar með smíðaverkstæði og síðan svona kennslustofu og sal þar sem ég get boðið öðrum með mér til þess að halda námskeið eða vera með sýningar. Og samvinna í rauninni það sem lykillinn af svo mörgu og bæði að hamingju og vellíðan. Og ég ríkari, ég fer ríkari úr pontu. Takk fyrir. Við þökkum Auði kærlega fyrir þetta.
Já. Þá höldum við áfram. Þá förum við yfir á Vesturland. Það er stödd Ingibjörg Valdimarsdóttir. Erindi hennar ber heitið Úthýsing starfa, tækifæri og áskoranir, en hún er með fyrirtæki ritari.is. Ingibjörg mun fjalla tækifæri og áskoranir við úthýsingu starfa til fyrirtækja eins og ritara, sem og þá þróun sem er á sér stað hjá fyrirtækjum eins og ritara, þar sem starfsmenn eru farnir að starfa á nokkrum stöðum. Ingibjörg, gjörðu þetta svo vel. Takk fyrir það, kærlega. Og takk fyrir að leyfa mér að halda smá erindi á þessari flottu ráðstefnu. Þetta er ekki smá yfirsögn, en fá að tækifæri að tala undir arðsemi hamingjunnar á landsbyggðinni. Ég er bara mjög ánægð með það. Ég ætla að deila kynningunni með ykkur. Sjáðu þetta ekki hérna. Svona. Allavega, þá bara þakka ég kærlega fyrir að leyfa mér að vera með. Erindi hérna, en ég sem sagt eins og hún Laufey kom inn á og rek fyrirtæki á landsbyggðinni sem heitir Ritari og við erum sem sagt staðsett á Akranesi og höfum í mörg ár verið að sinna úthýsingu starfa. Og ég sem sagt ætla aðeins að fá að deila reynslu minni hérna með ykkur í dag. Nú er ekkert að gerast hérna hjá mér, þarna kemur þetta. Nú, hver er ég? Ég sem sagt, og hvað hef ég fram að færa hérna fyrir ykkur? Nú eins og ég kom inn á, þá rek ég fyrirtæki Ritara og við erum sem sagt að sjá að þjónusta yfir 180 fyrirtæki í flestöllum greinum atvinnulífsins allt land. Það er að segja, flestöll þessara fyrirtækja að úthýsa störfum til okkar. Sjálf er ég viðskiptafræðingarmennt og með bakgrunn í markaðsmálum, stjórnun og þjónustu og starfa við það í fjölda ára. Nú, ég kom að Ritari í ársbyrjun 2011 en það sem heillaði mig við að fara að vinna við það fyrirtæki á þeim tíma og gerast hluthafi í því þá, var hugmyndafræðin á bak við það. En mér fannst þessi þjónusta einfaldlega eiga við öll fyrirtæki á þeim tíma og á þeim tíma var markaðurinn nánast óplæður rakur þegar litið var til þessara þjónustu, þar sem enginn var að bjóða svona heildar þjónustu þá. Nú, fyrirtækið er stofnað 2007-08 sem skrifstofu hótel í upphafi rétt þarna fyrir hrun, en þá tóku tvenn hjón sig saman á Skaganum og keyptu sér húsnæði og gerðu það skrifstofum, þar sem hugmyndi var í upphafi að leigja út aðstöðu, en smám saman kom það í ljós að þörf fyrir skrifstofuþjónustu var meiri en fyrir aðstöðun og því þróaðist fyrirtækið út í það sem það er í dag. Og þegar ég kom að fyrirtækinu 2011 störfuðu það 3 starfsmenn, ég var sem sagt 4. starfsmaðurinn. En í dag erum við komið með yfir 20 manns í vinnu hjá okkur og eru langt flestir staðsettir á Akranesi, en þó erum við í dag með 2 staðsett í Frakklandi, þannig að við erum aðeins búin að dreifa úr okkur út fyrir landsteinana. Við erum ritarar fyrirtækja allt land og þurfum að látast vera staðsett á ansi mörgum stöðum þegar kemur að því að svara í síma fyrir viðskiptavin okkar. Og það er alltaf skemmtilegt þegar við fáum símtal þar sem við erum beðin að gefa samband við dökkara mannin sem situr vinstra megin við móttökuna. Það getur verið áskorun að finna út í hvaða dökkari maður þetta er þegar maður hefur aldrei komið á staðinn, aldrei hitt þennan dökkara mann. En það er alveg ótrúlega hvað Google og lausnamiðaður starfsmaður getur gert. Það er bara þannig. Nú, við höfum farið rólega af stað hjá Ritara og sankað okkur reynslu í því að greina þarfir fyrirtækjanna þegar kemur að Ritara og skrifstofuþjónustu. Þannig höfum við byggt fyrirtækið upp og bætt smám saman við okkur viðskiptavinum og þróað leik kerfi kringu þær upplýsingar sem við höfum þurft að hafa til að geta sinnt hverjum á einum sem best með þarfir hvers og eins. Og mér langar svona aðeins að miðla betur þessari reynslu með ykkur hérna í dag. Eins og ég hef komið inn á þá getur þessi þjónusta nýst öllum fyrirtækjum hvar sem þau eru staðsett, því öll þurfum við sem rekum fyrirtæki og vinnum hjá fyrirtækjum að taka á móti fyrirspurnum viðskiptavina á einn eða annan hátt.
Þessum störfum í langflestum tilfellum hægt að sinna rafrænt og því þarf starfsmaðurinn ekki endilega að vera á staðnum og getur í raun og veru sinnt þjónustunni hvað sem er. Ef við tökum bara dæmi sem móttöku hjá dæmi sjúkraþjálfara eða sálfræðingi, þeir eru í auknum mæli hættir að manna móttökuna hjá sér. Í stað þess skráir þú þig bara inn á biðstofuna á skjá og bíður eftir sérfræðingnum. Nú ef þú þarft að breyta eða bóka tíma, þá getur þjónustuver eins og hjá fyrirtæki eins og Ritara sinnt því á meðan sjúkraþjálfarinn eða sálfræðingurinn nýtir allan sinn tíma í að sinna skjólstæðingunum sínum án nokkurra truflana. Nú með því að sinna nokkru fyrirtæki við einu er auðveldara að nýta sama starfsmanninn sem best því oftast þurfa fyrirtækin ekki að nýta þessa þjónustu á nákvæmlega sama tíma. Þau eru þó með starfsmanninn á vakt allan tíma sem opið er og nýta hann bara þegar að viðskiptavinir þeirra eða þau sjálf þurfa á honum að halda og greiða aðeins brot af þeim kostnaði sem að kostar þau að ráða starfsmann á vakt á þessum tíma, sem allir greiða. Nú auðvelt er að mæta ólíku þörfum fyrirtækja með hjálp tækninnar og virkar í raun og veru nánast eins og þú sért á staðnum. Þannig getur fyrirtæki nýtt þjónustuna eftir þörfum, eins og til dæmis þegar starfsmaður á staðnum upptekinn í öðrum verkefnum og nær ekki að svara síma eða netspjall eða einhverju þess háttar, þá getur starfsmaður Ritari verið yfirfallið hans. Eins þegar veikindi eða frí er að ræða, þá er hægt að útgýsa starfinu einungis sem aflýsingu eða einfaldlega láta okkur hjá Ritari sjá alfarið skiptibók, tímabókanir, netspjall, samfélagsmiðla, bókhaldið, útrýningar, bókaferðir, fundagerðir, bara allt annað sem Ritarinn í raun og veru myndi annars gera. Nú kostir við að útlýsa ákveðnum störfum fyrirtæki eru þó nokkrir. Við störf eins og Ritari að sinna er einn kosturinn sá að þú þarft ekki lengur að hafa áhyggjur af því að starfsmaðurinn þinn forfallist eða þú þurfir að leysa hann af í fríum því að við sjáum alltaf til þess að verkefnum sé sinnt. Ritari þinn er alltaf til staðar hvenær sem þarf á honum halda. Nú hagkvæmni þess að útlýsa þessu störfum er klárlega svo að þú greiðir aðeins fyrir þá þjónustu sem sitt er fyrir þig. Til dæmis ertu kannski með starfsmann á vakt og meðan að þú ert með opið hjá þér, til dæmis frá 8 til 6 alla daga og ef þú ert með hann á vakt í símsvörun þá greiðir þú aðeins fyrir þau símtöl sem hann svarar fyrir þig eða þá tíma sem hann er að bóka fyrir þig á fundi eða flug eða eitthvað þess aftar. Þá greiðir þú honum bara aðeins fyrir þá þjónustu sem hann er að sinna fyrir þig, en hefur aðgang á honum hvenær sem þú þarft á honum að halda. Það hefur sjaldan gengið vel að vera bestur í öllu. Gott er að einbeita sig á því sem maður er sjálfur bestur í og vera betri í því og leyfa öðrum að sjá aðra hluti skrifstofurekstursins. Þannig eftir með fagmann í hverju horni og út á við, þá virkar hann alltaf eins og þú sért bestur í öllu. Nú síðast en ekki síst þá getur þú fengið sérhæfing einkaritara sem er til taks þegar þú þarft á honum halda og ráðleikur þig faglega í öllu sem kemur á skrifstofurekstri eða þjónustu og þú hefur aðgang að víðtækari þjónustu þar sem þú hefur stækkað hringinn þinn út fyrir fyrirtækið þitt, hvort sem það er þá skrifstofuþjónustu eða einhverju annarri þjónustu. Nú auðvitað eru einhverjar áskoranir líka þegar þú ert að útlýsa starfi þó kostirnir séu margir. Því þetta kallar á breytta vinnuferla og þú þarft að venjast í að starfsmaðurinn sé ekki á staðnum. Það getur til að byrja með verið erfitt að mynda persónulega tengsl við starfsmanninn sem er ekki á staðnum. Við erum almennt vön því að sjá starfsmanninn okkar sem við erum að vinna með og erum að biðjum að vinna verkefni. Við þurfum að venjast breyttum aðstæðum, breyta vinnulagi okkar oft á tíðum til að ná að mynda ákveðum tengsl og gera samskiptin persónuleg og hægt er, eins og hægt er. Við hjá Ritara höfum þó nokkuð upplifað þetta í upphafi samvinnu okkar við fyrirtæki en með því að leggja mikið á sig til að gera þjónustuna eins persónulega hægt er og reyna að vera í eins góðu sambandi við viðskiptavini sinni eins og kostur er. Ásamt því að minna reglulega á sig, þá venst fólk þessum aðstæðum mjög fljótt. Nú oft getur verið erfitt í fyrstu að mynda það traust sem þarf að vera þegar þú útvistar svona mikilvægri þjónustu, eins og Ritari þjónustu, og tengist það að sjálfsögðu því að starfsmaðurinn er ekki á staðnum. Það er því mikilvægt að byggja þetta traust sem fyrst, því Ritarinn er oft á tíðum fyrsta snertingin við viðskiptavinin
í gegnum síma, tölvupóst eða netspjall eða eitthvað á einhvern annan hátt. Og til að flýta fyrir þessu oft gott að fá að heyra í öðrum sambærilegum fyrirtækjum sem hafa prófað þessa þjónustu, fá hjá þeim reynslusögur og meðmæli. Það auðvelda mikið og flýti fyrir uppbyggingu trausts á þjónustunni og á þeim sem að sinna henni fyrir þig. Nú einnig gott að fá að hitta viðkomandi þjónustuaðila í byrjun, hvort sem það augliti til auglitis eða eins og við erum að gera hér bara á skjánum. Við erum orðin vön því í dag og bara finna hvernig þið náðu að tengjast og hvort að hann sé að virka traustverðugur á þig. Nú, þegar starfsmaður er ekki á staðnum og er að sinna starfi sínu annars staðar frá, getur alltaf verið hætt á því að það gleymist að upplýsa ákveðna hluti því þar sem hann er ekki sýnilegur á vinnustaðnum. Við höfum lent í því að fólk gleymir að upplýsa okkur að þegar hluti breytast eða viðkomandi er að fara í frí, þar sem það sér okkur ekki í móttökunni, en þá erum við náttúrulega bara duglega að minna á okkur. Þetta eru allt áskoranir sem auðvelt er að leysa í viljunum fyrir hendi og venja sig bara við þessa breyttu vinnuaðstæður. Við höfum fljóta að venjast COVID og þess vegna eru við hér á skjánum en ekki augliti til auglitis. Mér langar aðeins að koma líka inn á það hvernig við hjá ritara höfum verið að nýtt okkur í gegnum tíðina þau tækifæri sem að störf án staðsetninga bjóða upp á. Við höfum komið að ýmsum verkefnum, meðal annars höfum við tekið okkur að sjá þjónustuborð hjá nokkru rekstrarfélögum, til dæmis í Reykjavík. Og þá höfum við staðsett hluta af starfsmönnum okkar þar með það í huga að nýta þá bæði móttökun á staðnum, auk þess að sinna ritarastörfum fyrir önnur fyrirtæki hjá ritara. Og það hefur gengið bara mjög vel. Þannig getum við boðið móttöku þjónustuna hjá rekstrarfélaginu á lægri kostnaði, þar sem starfsmaðurinn nýtist í fleiri störf en einungis móttökun á staðnum. Starfsmaðurinn er þá á vakt á opnutíma hússins og þegar hann þarf að sinna móttökun á staðnum, þegar hann þarf ekki að sinna móttökun á staðnum, þá fer hann í verkefni fyrir ritara. Nú auðvelt er þannig að bjóða upp á meiri sveigjanleika fyrir okkar starfsmenn, bæði með vinnutíma og staðsetningu fyrir heildina, eftir því hvað hentar hverjum starfsmanni fyrir sig, hverjum tíma. Nú við pössum okkur alltaf á því að þjálfa fleiri en einn eða 2 starfsmenn í hver starf, þannig að auðveldar að sé að leysa hvern annan af. Og þá náttúrulega erum við líka að bæta tilbreytinguna í störf starfsmann okkar. Og einnig er náttúrulega þá meira úrval af starfskröftum fyrir okkur að velja úr þar sem starfsvæðið er stærra. Auk þessa getur sparast húsnæðiskostnaður fyrir okkur, þar sem hluti starfsmann okkar eru staðsettir annars staðar og jafnvel í húsnæði þeirra sem við erum að vinna fyrir. Nú, auðvitað eru áskoranir þarna líka og sem við höfum upplifað. Þó augljóslega séu margir kostir við þetta. Erfiðara getur verið að halda upp sömu fyrirtækjamenningu og starfsanda, þar sem að starfsmenn eru dreifðir og ekki í sama sambandi og allir væru á sama stað. Þó er þetta að leysa hluta af þeim vanda með því að koma upp virku spjallborði og hafa virkt starfsmannafélag sem duglegt er að ná fólki saman til að hittast í raunheimum og eru mikilvægt að halda því vel á lofti. Félagstengslin eru mikilvægir starf okkar. Okkur þarf alltaf að líða vel í vinnunni og flest þurfum við nú öll á einhverjum félagskap að halda á einhverju tímapunkti í tengslum við vinnun okkar. Við hjá ritara höfum bæði prófað að hafa starfsmann á öðrum vinnustað ásamt hafa bara einn starfsmann á öðrum vinnustað eða höfum líka þá prófað að hafa þau í pörum, sem 2 og 2. Og ég mæli nú tvímælalaust með því frekar að stefna það að hafa 2 manna lið í stað þess að hafa starfsmannin einan á öðrum stað. Það sem reynsla hefur sýnt okkur að starfsandinn hjá þessum eina fékk aðeins að líða fyrir það að hafa ekki neitt hjá sér. Ef hægt er að koma þessu við, þá er það miklu betra fyrir starfsandann og tengslin við hópinn. Nú að síðustu, eins og ég nefndi áðan, þá þegar að starfsmaður er ekki á staðnum, þá gleymist ofta að upplýsa viðkomandi, af því við okkur svolítið gætt á að segja bara hlutina við þá sem á staðnum og gleyma þessum sem er ekki sýnilegur, þannig að það þarf að muna eftir þessu líka. Nú þrátt fyrir alheims faraldur, þá er alveg ótrúlega hvað við náðum að halda samfélaginu okkar gangandi og vera, ef ekki segja svona þokkalega vel í tengslum við hvort annað. Þrátt fyrir að megi ekki að koma mörg saman eða hittast í stórum hóp. Það sem COVID hefur nú kennt okkur fyrst og fremst er að hugsa út fyrir kassann og hefur okkur verið ýtt hraðar inn í það verkefni að fjölga störfum á staðsetningar, hvort sem okkur líkar betur eða verr.
Við hjá Ritara höfum verið að gera þetta fyrir önnur fyrirtæki í yfir 13 ár. Þó svo það kallist útlýsing starfa hjá okkur, þar sem við erum ekki raun starfsmenn fyrirtækisins sjálfs sem við erum að þjónusta. En þetta er á sama meiði. Við höfum verið að setja upp starfsstöðvar á nokkrum stöðum sem tala saman og hefur það gengið bara mjög vel, þó svo að það þurfi að passa upp á ákveðin atriði eins og ég kom hér inn á áðan. Nú, við þurfum eins og svo mörg önnur fyrirtæki og þurftum að skipta fyrirtækinu upp hjá Ritara þegar mest gekk á hjá þessari blessaðri veiru. Og hluti okkar starfsmanna þurfti þá að vinna heima frá sér og svara símanum og sinna öðrum ritarastörfum. Og gekk það bara ótrúlega vel. Þó svo að við sjálfsagðum söknum að hittast ekki enda með skemmtilegt starfsfólk sem vinnur með mér. En fyrir skömmu ákvað svo einn starfsmaður okkar að flytja skúfferðum til Hólmavíkur og óskaði eftir að fá að starfa áfram hjá okkur sem við erum að sjálfsögðu við enda góður starfsmaður þar, mjög góður starfsmaður þar. Sá starfsmaður mun því verða með skrifstofu sína heiman frá sér í Hólmavík, en þó með það skilyrði að koma að allavega sirka mánuðarlega til okkar á Skagann að vinna með okkur þar að gefinni reynslu til að viðhalda starfsstandunum og félagstengslunum við hópinn. Við höfum lært af reynslunni að starfsandi hjá þjónustufyrirtækjum eins og okkar skiptir einstaklega miklu máli til að geta veitt góða þjónustu. Með því að huga þeim áskorunum sem fylgja störfum á staðsetningar þá tel ég það vera klárlega framtíðina að fleiri og fleiri muni sinna störfum sínum hvaðan sem er og á nokkura vandkvæða. Ef hugmyndin er góð og þú lætur tæknin spila með þér, þá er hægt að skapa töluvert af verðmætum störfum hvar sem er á landinu. Ritari er mjög gott dæmi slíkt fyrirtæki þar sem náðst hefur að skapa verðmæt störf sem áður vantaði á Akranesi. Og að því sögðu þá bara þakka ég kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Þú kannski hættir að deila skjánum. Já, ég er að vinna í því. Biðst afsökunar á truflun í hljóði, en við reynum að laga það fyrir næsta. Við erum náttúrulega héðan og þaðan landið, þannig að það er mismunandi aðstæður. Næsta í pontu er hún Arnheiður Jóhannsdóttir, en hún er framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands. Erindi hennar ber heiti störf án staðsetningar, tækifæri eða ógnun. En Arnheiður hefur verið hjá Markaðsstofunni síðan 2011 og sinnir sínu starfi svona héðan og þaðan og hefur mikinn áhuga á þeim breytingum sem er að vera í starfsumhverfinu og möguleikum sem eru að opnast með aukinni tæknivæðingu. Því mun hún fjalla störf án staðsetningar út frá sinni reynslu og þekkingu og reyna að velta upp öllum hliðum á málinu. Arnheiður, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þá ætla ég að reyna að deila með ykkur skjánum og sjá hvernig það gengur. Sjáu þið glæruna mínar? Nei, líklega ekki. Bíðum við. Svona. Er það komið svona? Já, það er bara ekki fullscreen. Já, svona. Svona. Herri, geggjað. Þá langar mig að byrja að þakka ykkur fyrir að bjóða mér að vera með. Það er gaman að fá að vera með ykkur hérna á laugardegi að tala svona alls konar tækifæri og þetta verður fróðlegur og skemmtilegur dagur hjá okkur. Hefði náttúrulega verið miklu meira gaman að fá að hitta ykkur en jú, er ekki erindi mitt einmitt það. Við þurfum ekki endilega alltaf að hittast, þannig ég held að ég get ekki verið annað bara mjög ánægð með þetta. En af hverju er ég að fjalla þetta? Ég er framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og er í rauninni að fjalla þetta málefni, störf án staðsetningar, út frá minni reynslu og skýrði erindi ógnun eða tækifæri vegna þess að mér finnst við oft fara í svona ákveðin nánast ham þegar við förum að tala störf án staðsetningar og svona það verður einhver slagur málin. Þannig að mér langaði svona velta bara upp svona minni reynslu og því sem ég hef rekið mig á í þessari þróun hjá okkur. Ég er alls ekki að koma með einhverjar töfralausnir hérna inn. Ég kannski svolítið að tala á sömu nótum og Sigurður Ingi var hérna upphafi og Ingibjörg hérna áðan og gaman að segja frá því að ég nýtti mér einmitt þjónustu ritara.is á fyrsta ári Markaðsstofunnar og var mjög ánægð með það og gekk frábærlega og kannast vel við það sem Ingibjörg nefndi áðan þegar kúnarnir voru reiðir vegna þess að það var ekki hægt að svara hvar dökkarið maðurinn var, hvort það var inn á kaffistofu eða hvort hann hafði skroppið á klóstið. Þá gat náttúrulega aðeins sem var einhvers staðar langt í burtu enga veginn svaraði það. En þetta var allavega frábær þjónusta. En störf án staðsetningar, þetta skiptir Markaðsstofu Norðurlands miklu máli vegna þess að við erum að vinna á risastóru svæði
Ég ætla svona aðeins að gefa ykkur bakgrunni hvað við erum að gera. Við erum að vinna á nánast þriðjungi landsins. Við erum með 36.000 ferkílómetra svæði, þar sem eru 38.000 íbúar og erum að vinna fyrir 20 sveitarfélög og það eru 28 þéttbýliskjarnar á þessu svæði sem starfsmaðurinn gæti þá sjálfur sér búið á. Og það eru rétt tæpir 500 kílómetrar á milli þéttbýlisstaða og við erum að vinna fyrir 270 samstarfsfyrirtæki í ferðaþjónustu. Og jú, við erum auðvitað að vinna í ferðaþjónustu þannig að það hefur verið ótrúlega ánægjulegt að sjá þróunina sem hefur orðið með aukningu í ferðaþjónustunni, hvað það hefur þýtt að margir hafa verið að flytja aftur tilbaka í heimabyggð og eru þá auðvitað líka að leita sér að starfi fyrir alla fjölskylduna, ekki bara þennan eina sem er kannski að fara að vinna fyrir ferðaþjónustuna. Þannig verða til sérfræðingar hér og þar sem eru auðvitað að leita sér að vinna og bæta við þau tækifæri hjá fyrirtæki sem eru tilbúin að hafa starfsfólk út allt. En kannski örstutt hvað við erum að gera, þannig að ég ætla nú að fara djúpt í það, að þá hlutverk markaðstofunnar, við erum að markaðssetja Norðurland og við erum að vinna svona innviða þróunarverkefnum. Þannig við erum að byggja upp ímynd, við erum að vinna með ferðaþjónustu fyrirtækjum og ferðamála fulltrúum í alls konar verkefnum, við erum að samræma upplýsingagjöf, markaðssetja nýjungar og viðburði, við hvetjum til nýsköpunar, höldum námskeið, erum með alls konar almennar kynningar og komum að öllum helstu þróunarverkefnum ferðaþjónustunnar. Þannig að í grunninn þá vinnum við mjög mikið með fólki, mjög mikið á þróunarverkefnum og svona nýjungu sem við erum að taka þátt í. Og ég gef ykkur bara dæmi 2 verkefni, það eru ferðamannaleiðirnar okkar, Diamond Circle eða Demantsringurinn og Norðurstrandarleiðið Arctic Coastway. Ég verði þetta líka að plugga þess og reyna að fá ykkur til þess að fara í ferðalag norður í sumar, nýta tækifæri í það. Að þá eru þetta verkefni eins og við sjáum hérna Demantsringinn, þá er hann unnin á litlu svæði, litlum bút af Norðurlandi, þar sem við erum að fara í gegnum Húsavík, Ásbyrgi, Dettifoss, Mývatn og Goðafoss. Þarna koma 4 sveitarfélög og nokkrir þéttbýlisstaðir og við erum að vinna þá að þróun af afþreyingu og þjónustu á þessu svæði og að markaðssetja svæðið sem kallar auðvitað þétta vinnu með fólkinu og kallar þá á það að við séum að leysa okkar fjarlag, vegna þess að við erum með skrifstofu á Akureyri, við þurfum þá að leysa hana með samstarfi við fólk eða á svæðinu eða á einhvern annan hátt. Það sama á við síðan Norðurstrandarleiðina, hún er 900 km leið meðfram Norðurströndinni sem þið sjáu hvernig liggur hér. Þar fyrir við gegnum 18 sveitarfélög og 21 þorp og erum að vinna með 90 ferðaþjónustu fyrirtækjum og við erum að vinna bæði að markaðssetningunni og náðum við annars þeim árangri að verða einn af bestu áfangastaðum í Evrópu 2019, árið sem við opnuðum leiðina og við erum líka að vinna innviða þróun sem að þið sjáuð hér á myndinni. Við gerðum greiningu á 140 stöðum á leiðinni þar sem að við erum þá búin að greina hvar er hægt að sjá miðnætursól, norðurljós, strönd, vita, fallega kletta, hvar eru góðar gönguleiðir, hvar eru áningarstaðir eða útsýnisstaðir og þessa greiningavinnu, það er ekkert að gera hana öðruvísi heldur en á staðnum og við unnum hana þá með fólki á staðnum og með því að keyra út allt og GPS-merki þessa staði og setja síðan inn á svona fjárfestingakort þar sem við erum þá búin að forgangsraða uppbyggingar áætlunum. Og þetta kallar á gríðarlega mikil ferðalög og eins og ég sagði áðan þá erum við með skrifstofuna á Akureyri og við erum í rauninni, þegar við höfum tekið saman svona ferðalögin okkar, þá erum við svona bil 3. hvern dag á ferðinni að keyra ríflega 300 kílómetra sem auðvitað æpir á það að við séum staðsett á fleiri stöðum. Og jú, við höfum verið á fleiri stöðum, við höfum verið með starfsmenn, í fyrsta skipti sem vorum með starfsmenn annars staðar en á Akureyri var 2013 og það hefur verið mismunandi ástæður fyrir þessu og kannski bara ný þróun núna síðustu árin sem hefur komið. Starfsmaðurinn í Skagafirði, þar var einfaldlega starfsmaður með þekkingu sem við vissum að væri á lausu í ákveðin tíma og hann kom inn í vinnuvarandi þegar hann á einn beinaflugi á Akureyrarflugvöll og starfaði frá Skagafirði og bara var auðvelt. Síðan 2017 og 2018 þá fórum við í fyrsta skipti að vinna við áfangastaða áætlanir sem eru stefnumótandi áætlanir fyrir þróun áfangastaða og þá vildum við ná meiri tengslum út á svæði. Við erum alltaf að vinna með ferðamála fulltrúum á hverju svæði en við vildum hafa beinni tengst og réðum þá starfsmenn annars vegar á Hvammstanga og hins vegar á Húsavík í ársvinnu. Þarna vorum við höfum ekki fjármagn í meira en hálft stöðugildi sem á hvorum stað og það var kannski fyrstu stóru erfiðleikarnir sem við lendum í, það var bara að fá starfsmann í hálft stöðugildi í svona sérhæft starf
á svona litlu svæði, af því að stundum er það þannig að þú þarft hreinlega að fá fólk til að flytja inn á svæðið og það gera það nú fæstir fyrir hálft starfi í stuttan tíma en sem sagt þetta tókst og var alveg frábært. Síðan erum við með starfsmann núna búin að vera síðan 2020 á Árskógssandi og þetta eru kannski svolítið COVID-áhrifin, einfaldlega vegna þess að starfsmaðurinn býr þar og vinnur frá sínu heimili þaðan og hefur ekki haft þörf fyrir að koma á skrifstofuna jafn mikið áður til okkar og þar er þetta bara COVID-áhrifin alveg skýr. Og það sama við með starfsmann í Reykjavík, kannski hálf skrítið að við séum með starfsmann í Reykjavík þegar við erum að vinna fyrir Norðurland en svoleiðis var það var starfsmann sem var að flytja suður og ætlaði með að koma svona af og til á skrifstofuna en COVID var til þess að hann var fastur þar í langa tíma og bara gekk frábærlega að vinna þar. Og það er sem sagt tæknin, það eru COVID-áhrifin sem er að hreyfa svona hratt við þessu hjá okkur. Það er tæknivæðingin og ég varð bara að setja þessa mynd með á glærinu, þetta er eiginlega besta lýsingin á COVID-áhrifin hjá okkur núna. Það er þessi mynd úr áramótasköpunu. En tæknivæðingin er að hafa alveg gríðarlega áhrif og ég held að hún sé að breyta okkur mjög hratt þessum möguleikum til starfa án staðsetningar. Allavega fyrir fyrirtæki eins og ég er að reka. Við vorum mjög vel tækniveitt fyrir COVID en við bættum vel í hjá okkur, bara varðandi tæknibúnað, að græja alla starfsmenn upp til þess að geta fundað hvar sem er og hvenær sem er og til þess að geta unnið saman í skjöl, bara hvar sem er og hvenær sem er og haft fullt aðgengi að öllum gögnum. Pappír sést nánast ekki á skrifstofunum lengur vegna þess að menn geta verið bara hvar sem er. Það er ekki nóg við að við séum tæknivæddir, heldur er það líka sem ég finn mikið, það er viljinn til fjarfunda og tæknivæðing stofnana, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að við höfum verið að vinna mjög mikið með markaðsstofum hinna landshlutanna og átt mjög auðvelt með það vegna þess að allir eru tilbúnir í fjarfundi og kannski vanar því heldur en í borginni þar sem er beinna og betra aðgengi að öllum aðilum alltaf. Og við höfum reynt að eiga fjarfundi til þess að fækka ferðalögum til dæmis suður. Í mínu starfi til dæmis fer ég suður nánast hverja einustu viku sem er algjörlega galið og ég held að muni vera mjög breytt eftir COVID. Það var vegna þess að það var ekki til fjarfundabúnaðar eða tæknileg þekking til þess að taka það í þeim stofnunum og fyrirtækjum sem ég þurfti að eiga samskipti við. Þetta er gjörbreytt núna, þannig að það er frábært. Maður finnur hins vegar að það er núna þegar við sjáum fyrir endan á þessu faraldri að menn eru farnir að segja heyrðu það væri frábært að geta fara að hittast aftur. En þá segi ég við þurfum svolítið að standa í lappirnar með það að taka ekki bara strax ferðalögin upp aftur, heldur nýta fjarfundina áfram og velja betur hvaða fundi við notum á fjarfundum og hvenær við hittumst. Fjarfundi koma sjálfsög ekki í stað fyrir bein samskipti, maður finnur það, við þurfum að fara að hittast aftur, en nýtum allavega tæknin til þess að halda þessum möguleikum opnum áfram og leyfum COVID að ýta þessari þróun okkar af stað að störfin geti verið unnin hvar sem er. Mér langar síðan að draga fram að byggðapólitík eða betri rekstur. Sigurður Ingi kom inn á það áðan að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytunum og stofnunum verði án staðsetningar 2024 og það hefði verið gerð greiningarvinna hjá ráðuneytunum hversu stór hluti starfa gæti verið án staðsetningar. Og ég bara spyr, er 10% nóg? Og ég held að sé alveg rétt sem hann segir að ef þessi greining geti gerð í dag þá er ég ansi hrædd að það er miklu hærra hlutverk sem væri hægt að færa. Og það er samt frábært að þetta sé komið. Byggðapólitíkin hins vegar getur líka verið að svona trufla, hún er rauninni bæði góð og slæm og maður veltir fyrir sér þarf hún að vera eða þarf hún ekki að vera, geta fyrirtækin sjálf bara stýrt þessari þróun. Og ég held að svarið því sé kannski bara nei, þau geta það ekki, þau hafa ekki farið nægilega hratt í það og þá þarf einhver að ýta og koma á ofan. En þegar að pólitíkin fer að kalla eftir störfum án staðsetningar, þá koma oft svona aðrir þættir inn í, eins og til dæmis það, er starfið í raun án staðsetningar eða er þetta starf í minni heimabyggð og hvað er þá heimabyggð mín stór? Er það starf á öllu Norðurlandi eða er það starf á Húsavík eða Hvammstanga? Hversu sveigjanleg erum við og er það starf án staðsetningar sem gæti þá verið start hvort sem er út á landi eða í höfuðborginni eða er það bundið við einhvern ákveðin stað á landsbyggðinni? Þannig að það má svolítið hafa það í huga hvernig þessi þróun mun eiga sér stað. Ég held samt að við séum svolítið á þeim stað bara eins og með alla vinnuvarandi kynjajafnrétti að það þarf svolítið reglugerð og lagasetningar til þess að þrýsta á breytingar. Af því að hindranir eru til staðar, jú, en ég held að þær séu mest í hugum stjórnenda. Og þeir horfa þá á einhver vandamál sem gæti orðið
og fara kannski ekki jafn langt og þeir gætu í að auglýsa störf opin. Það ákveðin kostnaður sem auðvitað hindrun, það húsnæði og rekstur, það tæknibúnaður, það þarf að græja fólkið upp, það ferðakostnaður, bara sem dæmi varðandi félagslega þáttinn. Þú getur ekki skilið starfsmanni sem eins og fyrir mig, með skrifstofu á Akureyri, ef ég er með starfsmann á Raufarhöfn, þá þarf ég að koma honum á árshátíðina og það kallar á kostnað. Það starfsandinn, það skiptir mjög miklu máli að passa upp á starfsandann og Ingibjörg kom einmitt inn á þetta líka. Fyrir þjónustufyrirtæki sérstaklega þá þarf starfsandinn að vera góður og það brákanir karakterar held ég sem að geta unnið svona í fjarlægð frá aðalskrifstofunni. Það þarf að passa upplýsingamiðlunina, að starfsmaður verði ekki út undan og svo þetta alltaf spurningin til rétt þekking á réttum stað. En þessi kostnaður, þetta rauninni bara allt leysanlegt og ég hérna með mynd frá Byggðastofnun, þar sem að Byggðastofnun og Landsvirkjasamtökin búin að kortleggja hvar húsnæði til staðar, þar sem hægt að vera að vinna án staðsetningar. Þannig að það bara frábær lausn á svona, bara litlu vandamáli. En svo spurningin, hendar þetta fyrir alla? Það þessi spurning með einmenni skrifstofur eða sameiginleg skrifstofurými. Við erum til dæmis í sameiginlegu skrifstofurými hérna í okkar húsnæði, með nokkrum öðrum fyrirtækjum, þar sem var flutt saman í upphafi til þess að eiga mikil félagsleg samskipti og tengsl og svona græða hvert á öðru að því að vinna saman. Síðan breytist starfsemin hjá fyrirtækjunum og samvinnan miklu minni heldur en var lagt af stað með í upphafi. Og þá velti maður fyrir sér, það kostur að fara inn í svona sameiginleg rými eða bara einmenni skrifstofan betri? Þetta rauninni bara eitthvað sem þarf að skoða í hvert skipti. Það síðan áherslur verkefna, hægt að fá rétta fólkið inn í verkefnin, hefur starfsmaður frumkvæði og getur til þess að sinna verkefnastjórninni, einhvers staðar fyrir fram á tölvuna sína. Félagslegi þátturinn og liðseldin aftur, ég setti hér mynd af okkur starfsmönnunum saman í eina skipti bara í 1,5 ár sem við náðum öll saman að vera að gera eitthvað skemmtilegt og það skiptir ótrúlega miklu máli. Og síðan það stóra máli sem að margir lenda í sem fara að auglýsa störf án staðsetningar að þeir fá kannski starfsmanninn en maki starfsmannsins fær ekki starf og fyrirtæki allt í einu farið að þurfa að fara að búa til miklu fleiri störf heldur en það ætlaði sér. En kannski að því ég segi tækifæri eða ógnun, ég lít á störf án staðsetningar sem bullandi tækifæri, alls enga ógnun. Ógnunin í hugum stjórnendana. Það eru hérna hindranir, það eru allar leysanlegar og COVID hefur sýnt okkur það. COVID bara sett okkur í ákveðna breytingastjórnun þar sem þurfti að taka ákvarðanir breytingar, ganga í málin, leysa hindranir og vinna með fólkinu. Störf án staðsetningar eru nútíma krafa. Það nútíma krafa að geta valið búsetu og geta leyft starfinu að fylgja með og ég heldur rauninni að þetta sé mun algengara heldur við höldum og það miklu meira af fólki sem hefur flutt störf með sér út á land og svo kannski bara falið einhvers staðar og við vitum ekkert endilega af því. Það líka komin miklu meiri krafa á samþættingu einkalífs og vinnu og þá ertu líka að velja þér hamingjuna, hvar ætlar að vera hamingjusöm í þínu lífi, hvar viltu búa og hvar viltu nýta þína þekkingu sem best. Mér langar svo kannski að minna það að það allur heimurinn undir. Við getum haft aðgengi að sérhæfðu fólki alls staðar á heiminum og ég heldur henni þegar við erum komin yfir þá brú að pólitíkin þurfa að ýta þessu áfram þegar þetta verður þannig að fyrirtækin eru farin að sjá ávinninginn eins og vorum farin að sjá auðvitað nokkur skref í áttina fyrir COVID. Þá erum við farin að opna heiminn allan og höfum þá aðgengi að fjölbreyttum reynsluheimi og allir sem að sjá að reka fyrirtæki ætti að geta sé ávinninginn í því að fá bestu þekkingu til sín og á sama tíma að skapa góð lífsskilyrði fyrir fólk sem getur þá valið sér búsetu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, vona ég hafi kannski kveikt einhverjar hugmyndir á einhverjum og hvet ykkur öll sem að stjórni fyrirtækjum að horfa á það hvort að þið eigið einhverja möguleika næst þið auglýsið að bjóða upp á að fólk geti verið staðsett hvar sem Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Arnir. Þetta var bara margt sem að opnaði hugun. Ég held að þetta sé einmitt allt spurning hugafar og viðhorf stjórnenda. Og við þurfum sannarlega að velja, að sjálfsögðu þurfum við að hittast, en við þurfum líka að velja
hvað getum við bara gert miklu svona effektífari með því að fara á fjarfund. Þeir hafa styðst og verið svona meira struktúraðir fundirnir. En takk fyrir þetta, höldum áfram. Ingunn Jónsdóttir, hún verkefnastjóri í Háskólafélagi Suðurlands og hún ætlar að koma næst hérna í pontu. Erindi hennar ber heitið Menntun og fræðsla á landsbyggðinni, sunnlenska módelið. Hún aðfluttur Sunnlendingur sem hefur í gegnum vinnun sína barist fyrir fleiri og betri tækifærum til náms- og menntunar á svæðinu, ásamt því að brenna almennt fyrir byggðaþróunarmál og hún ætlar að segja okkur sögu sína. Ég vil minna ykkur á að þið geti sett inn spurningar til viðmælanda hérna í spjallið og ég reikna með að það vera áfram á línunni þó að þessi búin að fara með erindi sitt. Ingunn, gjör svo vel. Já, sæl og blessuð og takk Laufey fyrir að kynna mig fallega inn. Ég sem sagt Ingunn og ég starfa eins og Laufey sagði sem verkefnastjóri hjá Háskólafélagi Suðurlands. Nú máttu koma og skella glærunum mínum á. Þetta svona aðeins öðruvísi þar sem við erum allar saman. Já, það var þetta hér. Þá ætti það að vera komið. Glæsilegt. En mig langar að segja ykkur litla sögu af ferðalagi mínu út á landsbyggðina og hvers vegna menntun í dreifðari byggðum okkur öllum bráðnauðsynleg. Ég að skipta glæru? Ok. Það alltaf mest spennandi þegar maður að finna öðruleika. En það var sem sagt sumarið 2008, rétt fyrir minnistætt bankahrun, að við hjónin ákváðum, sem sagt þá Kópavogsbúinn ég og gaflarinn maðurinn minn, að rífa okkur upp með rótum og flytja austur yfir Hellisheiði í sveitasæluna í Flóahreppi. Ertu að flytja út í sveit? Og hvað ætlar eiginlega að gera þar? Þetta var spurningin sem að nokkurn veginn allir spurðu mig þegar ég sagði frá þessari ákvörðun okkar hjóna. Og skiljanlega, eða hvað? Ég að reyna að skipta. Þetta ekki virka Laufey. Það hér, ok, höldum áfram. Og þó að þetta hafi verið fyrir rúmum 13 árum, þá sáum við flutningin ekki fyrir okkur sem eitthvað hamlandi. Við ákváðum á að byrja að keyra til og frá vinnu í Reykjavík. Við áttum fjölskyldu í Flóanum og við vorum vön keistunni yfir heiðina og okkur fannst þetta ekkert tiltökumál. Þá. En svo leið tíminn og þá fór maður að finna fyrir því að þrátt fyrir að eiga góða að, þá það nú svo þegar þú átt 3 börn, að þessi 2 tímar á dag í akstur til og frá vinnu, það bara svolítið mikið. Nú, ég fer að kíkja í kringum mig á svæðinu, af því að sjálfsögðu langar mig ekki tilbaka í borgina, þrátt fyrir marga góða kosti. Og ég var svo heppin að vera boðið starf hjá Háskólafélagi Suðurlands og Matís, sem að fól í sér að efla menntun og þekkingu á svæðinu, með áherslu á smáframleiðendur og fyrirtæki í matvælageiranum. Nú, flestir þekkja til Matís og verkefna þeirra á sviði matvælaöryggis og sjálfbærrar nýtingar til að efna samkeppnishæfni íslenskra afurða, en Matís hefur einmitt frá upphafi flutt mikið af störfum út á landsbyggðina. Háskólafélagið eins og nafnið gefur til kynna, kyndilberi menntunar á Suðurlandi. En tilgangur félagsins að auka búsetugæði og styrkja efnahag á Suðurlandi með því að standa fyrir, tala fyrir og hvetja til aukinnar menntunar inn á svæðinu, hvort sem að ræða framhalds- eða háskólanám eða bara almenna símenntun og allt í samstarfi við íbúa, fyrirtæki og stofnanir á svæðinu. Og af hverju? Jú, vegna þess að við getum bara ekki öll búið á höfuðborgarsvæðinu. En til þess að landsbyggðin sé lífvænleg, þá þurfum við að hafa þar í boði sömu tækifæri og bjóðast borgarbúum. Og á Suðurlandi eru 4 framhaldsskólar,
2 símenntunarmiðstöðvar, en eins og flestir vita, engin eiginlegur háskóli. Þó vissulega sé Landbúnaðarháskólinn með aðstöðu að Reykjum, rannsóknasetur á vegum Háskóla Íslands er staðsett á Laugarvatni og höfuðstöðvar landgræðslunnar í Gunnarsholti séu mjög tengdar háskólastarfi allan heim. En eins og ég sagði, þarna erum við komin í sveitina með 3 börn. Og jú, vissulega er við þeim megin á Suðurlandinu að það væri mögulegt fyrir börnin mín að sækja sér frekara nám í höfuðborginni. En ég verð að viðurkenna að mér fannst ekkert rosalega fýsilegu kostur að sjá eftir 19 ára syninum að keyra yfir heiðina 2 á dag með tilheyrandi tíma og ég tala nú ekki kolefnisspori. Nú, hinn möguleikinn væri að hann leigði sér húsnæði í bænum og ég held ég þurfi ekkert að útskýra þær móðurlegu áhyggjur neitt frekar. En aðrir, þeir standa jafnvel frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort rífa eigi heila fjölskyldu upp með rótum og flytja á mölina eða það sem er jafnvel verra, að slíta fjölskylduna í sundur svo að annar aðilinn komist í nám. Og þetta eru því miður þeir kostir sem að flestir hafa staðið frammi fyrir hingað til, langið á að efla sig og bæta með menntun á háskólastigi. Nú, Háskólafélagið var stofnað árið 2008 af sveitafélagunum á Suðurlandi, að Vestmannum undanskildum reyndar, með það fyrir augum að á svæðinu væri einhver að berjast fyrir því að Sunnlendingar hefðu aðgengi að menntun og þá sérstaklega á háskólastigi. Því að þó að hluti Árnessýslunnar ætti hugsanlega hægara með að koma sér yfir heiðina og í háskólana þar, þá er það einmitt bara hluti þeirra Sunnlendinga sem að vilja mennta sig. Og þess vegna hefur baráttan staðið menntun fyrir alla óháð búsetu. Og þetta hafa landsbyggðarháskólarnir tekið undir og þróun þeirra á fjarnámi hefur iðulega verið skrefum á undan höfuðborgarháskólanum. En reyndar skal því nú haldið til haga að Kennaraháskólinn sem er í Reykjavík var og er mikill frumkvöðull í fjarkennslu. En skilaboðin hafa hins vegar verið í það átt að það taki tíma að snúa stórum olíuskipum. Gott og vel. Við erum þolinmóð og dropinn holar steininn og meðan þá dælum við út hjúkrunarfræðingum úr fjarnámi Háskólans á Akureyri og viðskiptafræðingum frá Háskólanum á Bifröst. En svo skellur á heimsfaraldur. Enginn má fara neitt með tilheyrandi röskun og öllu daglegu lífi eins og allir þekkja. Og ekki er svo með öllu illt að ekki boðið nokkuð gott. Og jú, viti menn, á leiftur hraða snerist olíuskipið og öll önnur skip reyndar líka. Og allt í einu var hægt að læra og vinna, funda og jafnvel versla eða hvað annað úr skrifborðsstólnum á heimaskrifstofunni. Við trúum að þetta sé komið til að vera. Þetta er ekki bara lífsgæði fyrir fólk á landsbyggðinni, því loftgæði og almenn umferðarmenning í höfuðborginni batnaði líka þegar fólk fór að hægja á sér og ferðast öðruvísi. Í dag getum við því sagt fullum hálsi að val að búa úti á landsbyggðinni þurfi ekki að fela í sér skertari möguleika til náms og vinnu, af því að heimsfaraldur, ásamt því góða verkefni Ísland ljóstengt, hefur gert það að verkum að við getum valið bæði. En nám fer ekki eingöngu fram í tölvu eins og við vitum. Og það vita líka þeir sem hafa farið í gegnum slíkt nám að minnsta kosti helmingur þess er að hafa aðgengi að stað til þess að læra, samneyti við aðra nemendur og að finnast maður tilheyra námssamfélagi. Háskólafélagið og samstarfsaðilar þess á Suðurlandi, svo sem Fræðslunetið á Hvolsvelli, Kötlusetur í Vík, Kirkjubæjarstofa á Klaustri og Nýheimar á Höfn í Hornafirði, halda úti námsverum fyrir nemendur sem að það kjósa, auk þess sem að þar eru viðurkenndar prófaþjónustur. Þetta er partur af þeim innviðum sem við höfum byggt upp á Suðurlandi og séð að þurfa að vera til staðar fyrir nemendur.
að kálið ekki sopið þó ég svona sé komið og því enn brýnt að hvetja Sunnlendinga áfram til náms. Þetta vita samtök sunnlenskra sveitarfélaga, SAS, og ýttu því úr vör í samstarfi við okkur í Háskólafélaginu verkefninu Menntahvöt, sem eins og nafnið bendir til menntahvatningarverkefni. En á vefsíðu tengdu verkefninu hægt að finna flest það fjarnám sem í boði hérlendis, hvort sem að ræða framhalds- eða háskólastigi eða bara nám í formi námskeið og símenntunar. En á það allt sameiginlegt að vera í fjarnámi. Að lokum þá vil ég bara segja þetta. Fólk á ekki að þurfa að fara til þess að sækja sér nám. Námið á að geta komið til fólksins. Það eru ekki bara hagsmunir landsbyggðarinnar, það eru hagsmunir allrar þjóðarinnar. Að lokum vil ég bara þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ingunn. Endilega, ef þið hafið eitthvað spurningar, þá bara skella þið spjallið. Við erum á undan áætlun með við tíma á þessum við erum að gera, og hvetjum líka bara að standa upp og fá okkur kaffibolla eða teygi úr ykkur vatnssopa. Það fyrir að sitja bara allan tíman, nema þeir sem eru náttúrulega út að ganga. Þá ætlum við að halda áfram. Þá ætlum við að skella okkur út í heim. Við ætlum að fara til London. Hver vill ekki ferðast núna þessum tímum? Þar býr hún Sigrún Davíðsdóttir sem flytur okkur reglulega fréttir þaðan. Erindi hennar, nándin í fjarlægðinni, hefur ýmsar merkingar fyrir þann sem býr erlendis og flytur fréttir til þeirra sem heima sitja. Með tæknibreytingum hefur fjarlægðin skroppið saman, en til að gefa tilfinningunni fyrir nándinni, að efni spretti upp í fjarlægðinni, þarf viðveru í fjarlægðinni. Náðu þess ekki? Einmitt af því að fjarlægðin hefur skroppið saman, hafa margir fjölmiðlar skorið niður fréttaritara, afla efnis úr fjarlægð, en þá glatast nándin við staðinn sem fjallað um. Í víðara samhengi svo samanskroppin fjarlægðin að búa til ný tækifæri sem veirufaraldurinn hefur afhjúpað. Hert á frekar en búið til. Sigrún, má bjóða þér sviðið? Kæra þakkir, þið hafið stórborgina í baksýn. Takk fyrir boðið, mjög skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu. Það tækifæri sem ég ekkert viss að hefði komið nema út af þeim aðstæðum sem við búum við. Það sem ég ætla að tala tvennt, það annars vegar svona mín eigin reynsla og svo svona smá hugleiðingar eða það sem ég að taka eftir í sambandi við fjarlægðina á veirutímum, það að segja okkar tímum. Nú, fjarlægð auðvitað að vissu leyti orðið svolítið teygjanlegt hugtak og þó ekki. Fjarlægðin hefur skroppið saman en nándin kannski síður. Ég fór að hugleiða þetta efni þegar þið lögðu þetta fyrir mig og ég byrjaði sem blaðamaður í Kaupmannahöfn á 10. áratugnum og fyrir utan að tala við fólk í efnisöflun, þá fólst efnisöflunin oft í því að klippa út greinar úr dagblöðum og ég komst á það hástig að eiga skjalaskáp og þar sem ég raðaði efninu eftir flokkum og á einhverjum ástæðum þá man ég best eftir flokknum sænsk sveitarstjórnarmál sem var nokkuð digur pakki ef ég man rétt. Nú síðan flutti ég til London árið 2000 og skildi þar við Kaupmannahöfn og ég skildi við skjalaskápinn líka. Því þá voru aðstæður einfaldlega orðnar þannig að efnið var orðið við fingurgómana í orðsins fyllstu merkingu, fingurgómana á tölvunni, fingurgómana á netinu og þannig að viðbót við annað sem aflast af því að tala við fólk, að þá var þetta að vissu leyti í orðsins fyllstu merkingu efnið í nándinni. Þetta sem sagt efnið var alltaf nálægt manni og þannig þetta núna. En frekar. Nú, en það ekki þar með sagt að nándin skapi endilega skilning. Það tekur smá tíma sem fréttamaður eða fjölmiðla
maður að sem sagt einhvern veginn ná tökum á nándinni. Og ég fór líka að velta fyrir mér þegar að ég var flutt, hvenær þessi nánd glataðist. Það eru auðvitað kannski upp og ofan eftir því hverjar aðstæður eru, en mín ályktun var að það tæki svona það bil fyrir allavega mig sem fréttamann, það tæki svona það bil hálft ár að missa nándina. Tæpu ári eftir að ég flutti frá Kaupmannahöfn, þá voru þingkosningar í Danmörku og þessar kosningar marka ákveðin skil í danskri nútímasögu. Þetta voru kosningarnar þegar að danski þjóðarflokkurinn, sem svona hægri jaðar popúlistaflokkur, mun kunnulegra fyrirbæri núna heldur en þá var, náði verulegri fótfestu og ég hafði alveg skynjað að þessar hugmyndir voru á sveimi og að þær höfðuðu til fyrrum kjósenda jafnaðarmanna. En ég fann þegar að þegar þessi úrslit lágu fyrir þarna 2001 að mig vantaði í rauninni allar forsendur til þess að skilja þessar hreyfingar. Það var oft verið að spyrja mig hérna í London, vitandi þær sem vissu ég hefði búið í Kaupmannahöfn, hvernig ég skildi þessar niðurstöður og ég fann alveg að ég átti ekki jafn auðvelt með að útskýra þetta eins og ég hefði átt ef ég hefði búið þarna. Þannig að mín ályktun var svona það bil þessi að það tekur hálft ár að glata nándinni og að því einfaldlega maður glatar tilfinningunni fyrir mönnum og fyrir málefnum. Það koma ný nöfn til sögunar og ný umræðuefni og sem sagt að maður hefur ekki þessa nánd á þetta lengur og ekki þannig sama skilninginu áður. Nú, þegar ég flutti til London að þá voru auðvitað margir, þetta auðvitað heimsborg og hér voru margir og eru margir erlendir blaða- og fréttamenn og þá líka frá Norðurlöndunum. Þeim hefur síðan fækkað mjög, það hefur fækkað í hópi þeirra sem að búa hérna útsendir og þannig á kostnað einhverja fjölmiðla. Ástæðan oft svipuð og var með sænskan kollega minn. Hann hafði skrifað fyrir sænskt mektarblað sem ákvað að spara sér að halda úti blaðamanni hér. Hann var tekinn heim til Svíþjóðar af því að hann gæti fylgst með frá Svíþjóð. Hann gæti ferðast til Bretlands þegar eitthvað var að gerast. En svo það sem gerðist var að ferðirnar urðu færri og færri. Það var líka hægt að spara þær, fannst fjölmiðlunum. Og þetta hefur sem sagt verið að gerast mjög víða. Margir fjölmiðlar sem hafa verið að gera þetta og við þurfum náttúrulega ekki annað en að horfa í kringum okkur á íslenskum fjölmiðlum. Hvernig það með sem sagt, fólk sem sent erlendis, það ekki mikið það lengur. Þannig að umfjöllunin í vaxandi mæli úr fjarlægð og fjarlægðin hefur skroppið saman en skilningurinn og nándin að mínu mati á efninu verður miklu minni eða verður hverfandi. Það var athyglisvert fannst mér að fylgjast með erlendri umfjöllun hrunið, íslenska hrunið, 2008. Íslendingar voru svona eiginlega fyrstir þar, það kom fyrst til okkar, önnur lönd fylgdu svo eftir, en sem sagt og einmitt að því að þetta gerðist svo snögglega á Íslandi og við vorum svona einna fyrst að þá vakti þetta mjög mikla athygli erlendis, þannig að það var gríðarlega mikil umfjöllun ástandi á Íslandi í erlendum fjölmiðlum. Og vissulega var það þannig að sjónarhornið væri oft áhugavert, þetta var sjónarhornið utan, en það vantaði mjög oft og iðulega skilning og samhengi. Þannig að það komu sem sagt fréttamenn, ferðamenn fljúgandi inn til Íslands, töluðu við nokkra og upp úr því að þá spruttu ýmsar góðsagnir vegna þess að það sem þeir tóku eftir var ýmislegt sem þeim fannst framandlegt. Það ekki þar með sagt að þetta hefði verið eitthvað stórt atriði á Íslandi en þetta var framandlegt í þeirra augum. Og ein góðsögnin var þessi að konur hefðu bjargað Íslandi og ég ekki að segja neitt illt konur og þeirra þátt í því sem að gerðist í tiltæktunum á Íslandi en sem sagt ég myndi kannski segja að þetta væri smá ígjur en þetta svona gott dæmi það að það
er ekkit sérstaklega erfitt að fljúga, það er erfitt að þetta að fljúga inn og ætla að sýna rétt samhengi hlutana. Þannig að þetta eru svona mínar hugleiðingar þetta að flytja fréttir úr fjarlægð. Hitt efnið svo sem ég hugleiði mjög þessar vikurnar eins og svo margir aðrir og það sem sagt fjarlægðin og nándin á veirutímum. Vinkona mín sagði við mig daginn að við værum næstum heppin að vera uppi á þessum tímum vegna þess að það væri einfaldlega svo áhugavert að lifa þessa tíma sem að verða síðan efni í sögubækur og margar bækur. Þessir veirutímar og þarf kannski ekki að taka fram að þessi vinkona mín sagnfræðingur og ég auðvitað alveg sammála en ég svona meira með augun á núinu hvað að gerast hér og nú frekar en ég sé mikið að spá í hvernig verður fjallað þessa tíma síðar meir. Og þá auðvitað þetta, hver eru áhrifin af veirufaraldrinum? Það vissulega ofsnefnt að segja, en eitt nokkuð skýrt og sem oft bent á þegar menn að velta fyrir sér þessum mögulegu áhrifum og það það að faraldurinn, hann býr síður til nýja strauma, heldur herðir frekar á þeim sem fyrir eru og dæmi það auðvitað samkoma eins og þessi hér. Auðvitað var þetta tæknilegur möguleiki fyrir 2 árum. Fyrir veirufremmingarnar, fyrir faraldurinn. En það var enginn að spá neitt sérstaklega í þessum möguleika því við gátum ferðast. Það var ekki gaman að annars verður þetta að geta valið það að ferðast eða sitja fyrir fram á skjá. Þetta vildum við frekar ferðast og hitta fólk. Það var svona mestalagi einstaka frægt fólk sem var of mikilvægt til að fara á allt sem var boðið á, sem var með svona vídeóávörp. Og yfirleitt ekki svona sérstaklega spennandi af því það vantaði nándina í þetta. Við erum orðin svolítið betri í að skapa nándina á skjánum heldur en var. Þannig að tæknimöguleikarnir til þess að gera þetta eru ekki nýir og það alveg það sama með fjarvinnu. Þetta var allt fyrir hendi, öll tæknin til þess að vinna að heiman en það var engin ástæða í flestum tilfellum. Það mesta lagi að fólk vann að heiman ef einhver var veikur eða sem sagt, fólk heima með veikt barn eða eitthvað svoleiðis. Annars fóru bara allir í vinnuna og ekki mikið spáð í að það veri kannski hægt að gera hlutina öðruvísi. Það sem í gangi núna varðandi fjarvinnu má segja að sé ein allsherjar risatilraun. Áhrifin verða auðvitað margvísleg. Það eru áhrif á samgöngur, sem sagt fjarvinna skapar áhrif á samgöngur, á fasteignaverð, á fasteignanýtingu og margt og margt. En það sem ég ætla að nefna hérna að lokum, það eru sem sagt áhrifin á fólksflutninga og búsetumöguleika. Ég hef í nokkur ár haft mjög augun á tölum íslenska búferlaflutninga og hef flutt svona pistla reglulega þetta efni. Reglan hefur verið svo, ef við lítum aftur á fyrri áratugi, það voru sem sagt atvinnuleysis-tímabil á Íslandi nokkuð reglulega, það var á 7. áratugnum, á 8. áratugnum, 10. áratugnum. Reglan var svo að fólk flutt úr landi á atvinnuleysis-tímum og það mjög athyglisvert að sjá að sem sagt brottflutningurinn á 7. áratugnum, 8. áratugnum, það var svona, sem sagt brottflutningurinn byrjaði svona 2 árum síðar. Á 10. áratugnum má segja að það hafi liðið 1 ár áður en þetta fór að koma fram í tölum. 2008, hver voru ástæðurnar þá? Jú, fólk flutti bara strax. Og það segir sitt þetta, hvernig fjarlægðir hafa skroppið saman og möguleikarnir til að afla upplýsinga hafa þetta algjörlega gjörbreyst. Þetta miklu auðveldara að átta sig á hvað þarf til þess að flytja, hverju aðstæðurnar, hvernig fer það því að finna þér húsnæði og svo framvegis. Það sem svo gerðist þegar góðærið kom aftur eftir hrunið 2012, 13, 14, 15, 16, það var mjög áhugavert. Íslendingar héldu áfram að flytja úr landi og það var alveg nýtt. Nú það eru sem sagt marga mögulegar ástæður fyrir þessu. Fólk flutti einu sinni úr sveitum í borg, hef ég sagt, á Íslandi. Núna flutt úr minna landi í stærra land. Hvaða áhrif
mun veirufaraldurinn hafa á þetta? Nú eru möguleikarnir fyrir hendi, þannig að núna, einmitt, af því að fólk tekur þessa möguleika gilda, þeir eru ekki bara til, þeir eru notaðir, að þá núna, þá gætu þessir möguleikar á fjarvinnu styrkt jaðarsvæði, hvort sem dreifbýlið á Íslandi eða Ísland sem jaðarsvæði í heiminum. Ég veit auðvitað að maður býr á Íslandi, þá að sjálfsögðu Ísland nafli alheimsins, en sem sagt, svona séð utan úr heimi, að þá má segja það að Ísland sé svolítið jaðarsvæði. Og ef við hugsum okkur, og það er ekki síst þessi möguleikar á sem sagt að búferlaflutninga innanlands sem eru áhugaverðir. Getum hugsað okkur hjón í Reykjavík, annað fær tilboð mjög gott starf og áhugaverð starf út á landi. Áður þá var þetta stórkostlegt vandamál fyrir makan iðulega, en kannski síður núna þegar fjarvinna er orðin viðtekin lausn. Ég hef séð áhugaverð ítölsk dæmi þar sem leiðin hefur verið sú að Ítalir á Suður-Ítalíu hafa flutt til Norður-Ítalíu af því þar eru störfin. Núna eru dæmi það að Suður-Ítalir á Norður-Ítalíu eru að flytja tilbaka til Suður-Ítalíu af því að núna þá eru þessi möguleikar. Þeir geta haldið vinnunni en samt flutt heim í þorpi sem að þeir komu frá. Þannig að og sama þetta að flytja til útlanda líka fyrir maka, það möguleika fjarvinnu og ég veit slík dæmi. Það sem er svo líka, finnst mér, mjög áhugaverður möguleiki og það hugmynd sem ég sá fleygt í sprotageiranum. Í San Francisco þá er það oft þannig að stórfyrirtæki eru með risastórar veggauglýsingar. þar sem að kannski Google eða Facebook að bjóða fólki komið að vinna hjá okkur. Já, akkur væri ekki til dæmis svona veggauglýsingar í San Francisco að vinna á Íslandi. Í þessu, þarna fjarlægðin algjörlega skroppin saman. Nándin skiptir síður máli utan fréttamennskunnar. Það var nefnt hérna áðan, helsta hindrunin hugafar stjórnenda, mjög athyglisverð ábending. Þannig að einn möguleikinn annars vegar þetta að útlendingar gætu sótt vinnu á Íslandi, en við getum líka hugsað okkur þann möguleika, það eru margir sem eru einhvern veginn sjálfstætt starfandi, svoleiðis fólk gæti kannski hugsað sér, vá, það væri áhugavert einhver sem segjum vinnum við forritun í San Francisco og hugsað, Húsavík, já, gaman að prófa að búa þar í nokkur ár og akkur ekki að prófa það. Þannig að þessir möguleikar eru mjög áhugaverðir. Ég ekki að segja að þetta verði einhverjum svona stórkostlegir draumar, en sem sagt, þetta eru möguleikar og mér finnst mjög áhugavert að sjá og fylgjast með sem sagt, hver framvindan verði í þessum efnum. Eins og Sigurður Ingi sagði áðan, það gott að ráða hamingjusamt fólk og möguleikinn á því orðin miklu víðtækari en áður, ekki að því tæknin hefur breyst, heldur að því að veirufaraldurinn hefur gert fjarvinnu að viðtekinni lausn. Takk fyrir. Það þakkir fyrir þetta, Sigrún, og gaman að sjá að sólin farin að skína þannig í London. Voruð þið komið? Það voru hér. Já. Það hérna komin smá inn á spjallið. Hún Arlín segir, mér finnst Sigrún vera að tala atriði sem ég lengi velt fyrir mér. Það störf vegna staðsetningar. Það margar íslenskar stofnanir sem þjóna öllu landinu en hafa alla sína starfsmenn á einu stað með tilhörandi ferðalagi á kostnaði. Það spurning hvort að þetta muni ekki eitthvað breytast einmitt. Ég held eiginlega að það hljóta að verða, því að ég trú ekki öðru og eins og ég segi, það verða kannski ekki stórkostlegir straumar en ég ekki í neinum vafa og þegar fólk fer einfaldlega að hugleiða og átta sig á þetta eru möguleikar. Og atvinnurekendur hafa núna þurft verulega að velta fyrir sér hvernig þeir ætla að taka á því. Fólk vill ekki fara aftur í vinnuna nema sem sagt kannski nokkra daga í viku og svona eitt dæmi sem ég get nefnt einmitt héðan að kunningi minn sem að rekur samtök þar sem vinna 28 manns
og þetta fólk var alltaf að vinna hérna bara rétt hjá mér í miðborginni og sem sagt, hann var með skrifstofu fyrir 28 manns á leigu. Núna hann að leita að skrifstofuhúsnæði fyrir 6 manns. Af því að hann einfaldlega sér fram á það og hann sjálfur til dæmis hafði aldrei hugleitt að vinna að heiman. Hann ætlar að gera það kannski 1 til 2 daga í viku, sama með alla aðra sem að vinna þarna. Þannig að já, síðan getum við aftur hugsað okkur þetta að þetta fólk þarf ekki endilega að búa í London, það geti búið einhvers annars staðar. Já, við erum að finna jafnvægi að nýja norminu. Við erum búin að vera... Já, nýja normin verður mjög áhugavert. Já, og það er náttúrulega líka mikilvægt að við séum meðvitum hvernig við viljum að nýja normið verði og bæði með hugsunarhátt og svo aðstæður og svo sveigjanleika og að finna skapandi leiðir. Ekki spurning. Kærar þakkir fyrir þetta. Annika var líka með spurningar en ég veit að Margrét ætlar að svara þeim á eftir, þannig að við geymum þær bara þangað til eftir. Þá ætlum við að skella okkur norður í land, nánar tiltekið í Hegranes. Þar býr og starfar Hildur Þóra Magnúsdóttir hjá Pure Natura. Hún ætlar að segja sína sögu, Reykjavík, Árósar, Hegranes, vegferð frumkvöðuls, hindranir og árangur. Hildur Þóra, gjörðu svo vel. Komið sæl. Nú þarf ég að finna kynninguna mína. Að sjá. Er þetta ekki að ganga hjá mér? Við erum að gera bara að teygja sig aðeins og rétta úr fótunum á meðan við bíðum. Alveg endilega. Sjáu þetta núna? Við sjáum allavega hérna eitthvað skólendi í einhverju mystri. Nei, það var nú ekki þessi allar. Sjáu þið glærukynninguna mína með Pure Natura? Nei, það er væntanlega, þú ert örugglega að draga það á milli skjáa eða eitthvað. Nei, ég er nú bara með þennan og þetta er á mínu. Prófaðu að hætta að deila og fara aftur. You are screen sharing, segir hún við mig. Það getur verið að hafa verið ekki valið réttan, af því þú getur valið, færð ekki möguleika á að velja nokkrar myndir þegar þú ert að fara að share screen. Prófaðu ef þú getur prófa að færa glærukynninguna á milli skjáa. Þú sért kannski ekki fysiskt með 2 skjái. Það gæti verið að þetta sé. Já, ég er ekki með, sko. Heyrðu, er næsta komin? Getum við tekið næstu ef ég fæ aðstoð hérna við? Augnablik. Já, hún Laufey Sif ætlar að taka bara þá plássið. Glæsilegt, ég finn út úr þessu. Já, hún er sem sagt hérna stödd á Suðurlandinu. Hún sett á laggirnar pizzastað og brugghús, Ölfus í Hveragerði, þar sem þau nýta meðal annars hitaveituna í bruggferli og er að framleiða heitar sósur eða hot sauce. Hún nýtir sköpunarkraft sinn ekki bara í vöruþróun, heldur einnig í skapandi markaðssetningu á sínum vörum og fyrirtækinu. Hún segir okkur sína sögu í erindinu skapandi og lifandi markaðssetning. Laufey, gjörðu svo vel. Er ég byrjuð? Er ég byrjuð? Ok. Komið þið sæl. Aldrei hefði ég trúað í apríl í fyrra að aðstæður í samfélaginu yrðu ennþá með þessu móti.
og að ráðstefnu sem þessa var einungis hægt að halda í netheimum eins og í dag. En svona þetta víst bara og við öll sannarlega orðin að heimsmeisturum í aðlögunarhæfni. Og langar mig að taka sérstaklega fram hvað stórkostlegt framtak mér finnst þessi ráðstefna að vera og afar styrkjandi að fá tækifæri til að taka þátt í þessum degi og fá að hitta og kynnast svona drífandi og skemmtilegum einstaklingum. En svona orka nefnilega einhvern veginn alveg ótrúlega smitandi og ég alveg sannfærð það að þessi orka sé svona 10.000 sinnum meira smitandi heldur en þessi COVID-veira, blessaða veiran. Annars þá ætla ég hérna í dag að vera með stutt erindi mína reynslu af skapandi og lifandi markaðssetningu og ég var meira að segja búin að hóta því einhvers staðar á netinu að ég ætlaði að vera með hrað TikTok-kennslu en fyrst ætla ég aðeins að fá að segja ykkur frá mér og frá því sem ég hef verið að gera. Ég heiti sem sagt Laufey Sif Lárusdóttir og eigandi Ölverk og FKA-kona. Fædd og uppalin í Hveragerði. En á námsárum mínum bjó ég þó hér og þar landið, kláraði grunnskólann í Hveragerði, var í FSU, því ég fekk þá skyndi hugdettu að fara í hússtjórnunarskólann í Hallormsstað og ílengdist auðvitað fyrir austan vegna þess að þar frábært að vera og kláraði stúdentsprófið frá menntaskólanum á Egilsstöðum. Þaðan lá leið mín svo vestur á land í Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri þar sem ég tók BS-gráður í landslagsarkitektúr og bjó þá á Hvanneyri og í Borgarnesi. Frá því að ég man eftir mér þá hef ég ávallt haft gaman að því að vera og taka þátt í skapandi, gefandi og skemmtilegum verkefnum og haft sérstaka ánægju af því að peppa, lobbya, kynna hvað það sem ég að vinna þá stundina, hvort sem að ræða eitthvað sjálfboðastarf, hinn ýmsu félagasamtök, eitthvað vinnutengt, sem sagt mikill peppari að eðlisfæri og sá eiginleiki minn hefur verið mjög gagnlegur í bland við það að hafa haft næstum því óeðlilega mikinn áhuga á því að stúdera notkun skapandi miðla í einhvers konar markaðssetningartilgangi. Hvort sem það var blogg hérna í gamla daga, upptaka á kassettutæki, viðburðarhald af ýmsu tagi, stofnun nýrra félaga, kynning á nýjum vörum, fyrirtækjum og svo framvegis þar fram eftir götuna. Ég útskrifaðist árið 2015 frá Opna háskólanum í Reykjavík með diplóma í notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu. En fyrir utan hinn ýmsu smærri verkefni, þá var það vorið 2017 þegar ég, maðurinn minn Elvar Þrastason og vinur okkar Ragnar Karl ákváðum að stökkva til og opna veitingastaðinn og brugghúsið Ölverk í Hveragerði. En það var þá sem ég fór fyrst að vinna 110% með notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu. En ég hef frá opnun Ölverk verið starfandi sem framkvæmdar, upplifunar og markaðsstjóri fyrirtækisins. Já, Laufey, þetta er þú, ok. Þegar við vorum að vinna því að opna Ölverk, þá voru það nokkrir punktar sem við settum aðalfókusinn á, eins og til dæmis það að vera með bestu pitsur Íslands, bjóða upp á úrvalshandverksbjór sem væri bruggaður á staðnum og tryggja það að allir færu frá okkur yfir sig ánægðir og svo það að vera með mjög sterka nærveru á samfélagsmiðlum. En eins og gefur að skilja þá hafa smærri nýstofnuð fyrirtæki líkt og Ölverk og ekki endilega það fjármagn sem þarf til að setja í sérstaka markaðssetningu og þá hefur og getur skipt sköpum fyrir fyrirtæki að reyna að vera svolítið sniðug, skapandi, úrræðagóð til þess að koma fyrirtækinu á framfæri og skapa sinn sess á markaðnum. Einhver ykkar hafa kannski tekið eftir því sem við á Ölverk höfum verið að gera, en við höfum oft verið mjög heppin með að hitta á góðar öldur og fengi þá þó nokkra umfjöllun út á hitt og þetta sem við höfum verið að gera. Og get ég þá nefnt til dæmis eins og COVID-kaktusaborðið sem fekk þó nokkra umfjöllun og gerir enn. Þegar ég setti það upp í mars þá bjóst ég þetta ekki við að það væri ennþá uppi ári síðar en það ennþá á staðnum og það fjölgar bara kaktusunum. Og
plöntusvalan okkar, kíví pizzan sem setti alltaf á hliðina, Valdimar og sterku chilisósurnar okkar og svo framvegis. En þegar ég segi heppin þá þetta ekki að meina endilega heppin í alvöru, því þetta þetta stöðug vinna alla dagarsins, allan daginn, alltaf með hugan við það að búa til gott content eða markaðsefni, stúdera trend, frétturnar, hvað að gerast í heiminum, samfélaginum, stefnur og strauma og vera alltaf með símann eða tölvuna við hendina eða bók til þess að skrifa hugmyndir niður í. En ég ætla núna aðeins að fara yfir með ykkur hvað það sem ég tel að geti hjálpað ykkur og ykkar fyrirtækjum eða ykkur sem personum í þessum markaðssetningar frumskógi og vonandi að þið getið pikkað eitthvað upp og unnið svo sjálf áfram með. Það sem ég myndi segja væri númer 1 fyrir hvert fyrirtæki eða personu að ákveða á hvaða samfélagsmiðlum þú og þitt fyrirtæki vilt vera á og hafa allt fyrir eitthvað skýrt á þeim miðlum. Hvaða fyrirtæki þetta og hvað það nákvæmlega sem þið gerið og hvað standið þið fyrir. Möguleikarnir eru næstum því óendanlegir í dag og ætlið þið til dæmis að vera allstaðar á öllum miðlum og sinna þeim öllum vel. Ætlið þið að vera á Instagram, Instagram Stories, Instagram Reels, TikTok, Facebook Stories, Twitter Feeds, YouTube, Pinterest, vefsíðan auðvitað, halda uppi netfangi og þjónustu þar, vera á Clubhouse, það eitthvað nýtt sem að fara að koma, Spotify, Google, Untapped, mögulegarnir eru endalaust og alltaf fjölgar þeim. Þegar það komið hreint, hver þið eruð, hvað þið eruð og hvar þið ætlið að vera með ykkar fyrirtæki, þá bara að velta aðalspurningur upp. Hver tilgangurinn með þessu öllu saman og hvernig náið þið árangri eða takmörkum ykkar með góðri markaðssetningu á netinu og hvernig get ég þá skarað fram úr, hvernig ég auki sýnileikann og hvernig mynda ég betri tengsl við mína fylgjendur og svarið myndi ég segja stöðugleiki eða consistency í efnisbirtingu. Það að búa til og deila reglulega efni sem tónar vel við rödd fyrirtækisins og láta þá alls ekki óöryggi, efa, hræðslu að efnið verði kannski ekki væral eða þetta verði eitthvað hallærislegt, stjórna því alveg hvað þú gerir. Setja líka upp birtingar áætlun fyrir alla þessa miðla sem þú ákvaðst að vera inn á og búa til efni jafnvel fram í tíman til þess að tryggja stöðuleika í efnisbirtingunum. En það að vera alltaf með stöðuga nærveru skiptir miklu máli. Í nútíma samfélagi þó líka mikilvægt að fara ekki of geyst og hugsa vel hvað það sem þið eruð að segja og hverju þið eruð að deila og birta hverju sinni. Passa sem sagt vel upp á ímynd fyrirtækisins því það alls ekkert auðvelt að koma tilbaka frá því að hafa verið, hvað má ekki segja, cancelled. Við viljum ekki láta cancel okkur. En þarna út af einhverjum óviðeigandi ummælum eða póstum sem fóru eitthvað öfugt ofan í fólk. Í heimi þar sem hlutirnir virðast líka oft bara snúast að fá sem flest ný like eða ný follow, þá mikilvægt að temja sér það að verða ekki of heltekin af hugsunum þessi nýju like eða fleiri follow og setja frekar áherslu á það að vera svolítið lifandi, frjálsleg og bara sinna því að búa til sem skemmtilegast efni sem þú póstar reglulega og einbeitir þig þá virkilega vel að þessum til dæmis 1000 einstaklingum sem þegar eru að fylgja þér og þínu fyrirtæki. Í stað þess að vera alltaf með hugann við þá sem mögulega gætu kannski verið að fara að læka við síðuna eða setja follow. Þessir 1000 mann sem þegar eru nefnilega að fylgjast með þér og þínu fyrirtæki ákvaða nefnilega á einhverjum tímapunkti að þeim þætti bæði fyrirtæki þitt og efnið sem að koma frá ykkur áhugavert og þessir einstaklingar tóku þá ákvörðun að íta á like eða follow og þar með sagt að þau séu spennt fyrir öllu því sem að gerast hjá ykkur og vilja fá að sjá meira og vera með. Ég sjálf lít á alla samfélagsmiðla Ölverk sem eru þó nokkrir stundum hugsa ég hvort þessi aðeins of margir, ég veit það ekki, en ég reyni að vera á sem flestum stöðum og sinna þeim vel. En ég lít á þessa samfélagsmiðla Ölverk sem búð.
eða verslun. Og þessi verslun mín stendur við fjölfarna göngugötum og oftar en ekki fullt af fólki sem stoppar fyrir utan þessa búð mína og að kíkja inn um gluggann, sjá hvað inn í búðinni og það alveg virkilega gaman og mikið stuð að hafa svona mikið af fólki fyrir utan búðina hjá mér. Og ég vil ekstra gaman að sjá kannski eitt og eitt hæp kringum einstaka pósta, en þarna hvernig svo hægt að fá þetta fólk sem að hanga á búðarglugganum og horfa inn í búðina þeirna til þess að taka ákvörðun að opna hurðina, ganginn og njóta sannarlega þess sem þið hafið að bjóða og það taki þátt af alvöru í því sem að gerast hjá ykkur. Styðji við ykkur og að það komi og það vilji koma aftur og aftur og aftur og segja öllum vinum sínum frá því sem að gerast hjá ykkur og jafnvel að það íti kannski á like eða follow. Hver veit. En þetta þurfi ekki einu sinni að vera einhver 1000 manns. Það nóg að vera bara með nokkur like á hvern post, nokkur view, 50 view, 50 like, 15. Og til þess að setja þær tölur í eitthvað samhengi, það myndi bara flestum smærri fyrirtækjum þykja það nokkuð gott að fá bara allt í einu 15 eða 50 manns inn á búðargólf eða inn á veitingastæðin til þess að skoða, fylgjast með, hlusta góða tónlist, fíla sig, mikið grúf í gangi. Og þá bara að gera fyrir fyrirtæki að koma sem best fyrir svo að þessir einstaklingar sem eru þarna mættir inn í búðina sem að þínir samfélagsmiðlar eru komi aftur og aftur inn á miðilinn sem getur svo endað og gerir það oftast í sölu. Fyrirtækið þitt verður þeirra go to. Í allri markaðssetningu mikilvægt að vita við hvern maður vill tala og velja svolítið fylgjendahópinn eða markhópinn. Það oft erfitt að vera með hið fullkomna markaðsefni fyrir alla, en með því að reyna að finna þinn hóp og þitt efnisþema, þá verður allt svona svolítið miklu einfaldara. Þú nærð miklu frekar og fyrr að byggja traust samband milli þín og fylgjendana sem þeir geta alltaf gengið að vísu að þú og þínir miðlar séu ávallt uppspretta allrar visku og fróðleiks skemmtunar þetta ákveðna efnisþema sem þið hafið ákveðið að halda ykkur við. Viðburðarstjórnunarfyrirtæki til dæmis sem sérhæfir sig í brúðkaupum. Það fyrirtæki veit til dæmis alveg klárlega hver rauði þráðurinn ætti að vera í öllu markaðsefni frá þeim og hver fylgjendahópurinn þeirra hvað hann vill, hvað hann gæti vilja sjá og líka verið með efni sem þessi hópur vill sjá en vissi bara ekki af því fyrr en hann datt þína samfélagsmiðla. Einnig þarf að vita hvað það sem þessi hópur vill alls ekki sjá. Því ekki viljum við vera fráhrindandi í framkomu og fæla fólki í burtu. Ef þið verðið svo einhvern tímann uppiskroppa með hugmyndir, þá að fara bara í svolítið rannsóknarvinnu og fá innblástur héðan og þaðan af netinu og í nær umhverfinu. Þó það sé alltaf langt skemmtilegast, þá þarf endilega ekkert alltaf að finna upp hjólið í öllu. Það er líka að gera að þora, að vera svolítið skapandi og óhrædd við að prófa nýja hluti. Og ef einhverju vilja henda sér í djúpulaugina, þá finnst mér til dæmis Instagram Reels og TikTok vera miðlar sem fleiri einstaklingar og fyrirtæki ættu að kynna sér og athuga hvort það passi við þeirra mót. En inn á þessum miðlum mikið svigrúm til þess að vera að prófa hitt og þetta, oft mikið að vera og hraðinn mikill. Þessi tveir miðlar, Instagram Reels og TikTok, þeir ganga út á samspil vinsælla laga og svo ljósmynda og örmyndbanda. En vídjón þarna inn á þessum miðlum svona 10 til 60 sekúnda vídjó. Allt saman mjög einfalt og skemmtilegt og alls ekki hættulegt og kannski bara svolítið YOLO. You only live once. Til gamans má nefna það að í dag eru 90% Íslendinga á Facebook en inn á TikTok-miðlunum í dag 15%. En þetta mjög nýr miðl, þannig að ég trúi því að TikTok sé miðl sem fari bara stækkandi og þannig að það að gera að kynna sér hann aðeins betur. Ég ætla annars ekki að hafa þetta mikið lengri í dag.
En vona að þið öll og allir hafi haft gaman af þessu erindi og séu uppfull af innblástri fyrir komandi verkefnum. Ég fylgist svo vel með og hlakka til að sjá alla samfélagsmiðla sem flestra fyrirtækja blómstra núna í sumar sem og ókomna framtíð. Takk fyrir mig. Og svo sjáumst við í Ölverk í Hveragerði í tækifærin eða bara á TikTok, Instagram eða Reels þar sem að ég og Ölverk fara hamförum. Takk fyrir. Kæra fyrir takk fyrir þetta alveg. Nú fórum nótum við aðeins kannski finnum það þarna aftast hjá þér. Það ekki síður mikilvægt að einmitt ef þú skapaðir tækifæri hvar sem á landinu, þú voru náttúrulega að vekja athygli á því og laða fólki til þín. Þannig að þess vegna er mikilvægt að huga að markaðssetningu, góðum markaðssetningum. Ég held að Hildur sé enn að vinna í tæknimálum, þannig að við ætlum bara að halda áfram og athuga með Hrefnu Sigmarsdóttir, hvort að hún sé svona er þetta þegar maður er svona rafræn, maður bara treystir að allir séu með. Hún Hrefna Sigmarsdóttir er á Vesturlandi og hefur unnið að uppbyggingu Húsafells síðustu 20 ár, allt frá því að staðurinn var svona alþýðlegur og nú í hæsta gæðaflokki. Erindi hennar heitir einmitt Perla milli hrauns og jökla, uppbygging á Húsafelli síðustu 20 ár. Hrefna, gjörðu svo vel. Þú ert að mute, sé ég ennþá. Magdattinn, gjörðu svo vel, Hrefna. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér á þessa skemmtilegu ráðstefnu. Frábært hjá ykkur FKA-konum að taka fyrir landsbyggðina og kynna hvað er að gerast þar. Ég heiti Hrefna, bý á Húsafelli ásamt fjölskyldu. Já. Margrét rektor bað mig Allt að gerast hérna, ok. Margrét rektor bað mig að segja ykkur frá uppbyggingu okkar þar síðastliðin 20 ár. Mikið gaman að fá að koma hingað og sjá gamla skólann sinn í höndum öflugrar konu. Hann á bjarta framtíð fyrir sér undir hennar stjórn. Sjálf stundaði ég hér nám fyrir 22 árum og var tími minn hér mjög skemmtilegur, eftirminnilegur og lærdómsríkur. Sú þekking og reynsla sem ég hef öðlast hér hefur nýst mér vel í starfi og við uppbyggingu á Húsafelli. Ég er fædd og uppalin í Reykjavík en hef búið á Húsafelli síðan 1986 og er gift Bergþóru Kristlesinni sem er ættaður þaðan. Þegar ég var lítil stelpa var ég send í sveit á sumrin og heillaðist ég af sveitalífinu og var ákveðin að ná mér í bónda því ég yrði stór og ég sé ekki eftir því. Við höfum 3 syni sem allir starfa á einhvern hátt við fyrirtæki enda uppaldi með því og hafa hjálpað okkur við uppbygginguna með sinni sérþekkingu. Persónulega finnst mér forréttindi að fá að ala börn upp í sveit þar sem þau öðlast sterk tengsl í náttúruna, læra að hjálpa til, vera sjálfstæð og fá sterka ábyrgðartilfinningu gagnvart heimahögum. Á Húsafelli hefur sama ættin búið síðan Snorri Björnsson, prestur bjó þar til 1803. Synir okkar er í 7. ættli frá honum og afi þeirra Kristleifur Þorsteinsson, tengdapabbi minn, var frumkvöðl í ferðaþjónustu og okkur góð fyrirmynd enda tóku við keflina á honum. Á þessum tíma var ferðaþjónusta ein allsherjar nýsköpun og verið að fara út í algera óvissu með tröllatrú á framtíðinni. Ég minnist þess ég spurði tengdapabba hvers vegna hann hafði snúið blaðinu við og byrjaði að taka á móti ferðamönnum. Sann að það veri eigingirni að leyfa ekki fleirum að njóta þeirra fegurðar og auðlinda sem Húsafell býr að. Enda var hann alinn upp með listamönnum sem fenguðu fegur skógarins og fjallasýna. Við hjónin keyptum Húsafell árið 2000 af foreldrum og systkinum Bergþórs og það má segja að við hefum verið nokkurn veginn í stöðugum framkvæmdum síðan.
Á Húsafellssvæðinu eru ýmis landgæði sem við viljum nýta til að gefa gestum tækifæri að njóta með okkar. Á svæðinu má sjá falleg fjöll, jökla, þéttan hraunskóg, fjölbreytt dýra- og fuglalíf, auk merkra fornminja og annarra mannvistarleifa sem segja sögu liðna tíð og sambýli manns og náttúru. Þar sem ferðaþjónustan í stöðugri þróun, þá hafa komið hugmyndir sem við vilja prófa, sumt hefur heppnast og annar ekki. Þeir eru með auknum fjölda ferðamanna. Til dæmis jöklaferðir, ísgöngu í Langjökli og fleira sem tengdapabbi var með, enda kom hann með stóra hugmyndir sem urðu að veruleika síðar. Auðvitað hefur verið þægilega að taka ekki áhættur, en við erum frekar áhættusækin og ef ekki tekin áhætta verður engin framþróun. Okkur finnst mikilvægt að skilja eftir sig ævistarf sem maður getur verið stoltur af. Fljótlega eftir að við eignumst fyrirtæki hófum við að skipuleggja lóðir fyrir frístundarhús, leggja vegi, auk þess boruðum við eftir meira heitu vatni. Á sama tíma lögðum við drög að næstu virkjunarframkvæmdum, einnig stækkuðum við tjaldstæðin og rafmagnsvæddum hluta þess. Til að kanna hug gestanna og hvað mætti betur fara, lögðum við skoðanakönnun fyrir gesti svæðisins. Margir óskuðu eftir leiksvæði fyrir börn og ákveðum við að koma upp einu slíku. Þar sem við vildum bæta ímynd Húsafells sem fjölskyldustað og reyna að loka fyrir úti hátíðarstemningu. Einnig settum við upp hoppubúða sem var svo fyrsti á landinu og yrði vinsældir hans langt fram úr okkar væntingum. Foreldrar fara þar sem börn vilja vera og þess vegna má ekki gleyma börnum sem mikilvægur markhópur. Í framtíðinni sækja þau á staði sem þau upplifu góðar æsku minningar. Til að bæta ímyndina lögðum við ríka áherslu á góða þjónustu og hvöttum við starfsmenn til að kynna sér umhverfið og náttúruna svo þau ættu auðveldara með upplýsingagjöf til gesta, enda er ferðamennskan víðtæk þjónusta. Sú hugmynd að byggja hótel og bæta gistingu og húsafælli hafði blundað lengi í okkur til að koma ferðaþjónustunni í heilsársrekstur. Við tókum okkur langan tíma í undirbúning með fagfólki og könnum hvað helst vantaði á markaðinn og niðurstaðan var að ráðast í að byggja metnaðfullt hótel í hjarta Húsafells og fá arkitekt sem aðlaði bygginguna umhverfinu og tengdi við náttúruna. Hótelið var rammað inn með steinhleðslum og Páll listamaður og húsafælli gerðu öll listaverkin sem prýða hótelið. Hérna sjáum við dæmi listaverkin eftir Pál, útilegumennirnir meitlaðir í hraunhellur úr Hallmundarhrauni. Þar náum við að tengja saman náttúruna, listina og söguna sem hefur einkennt Húsafellssvæðið. Gaman að segja frá því að Hótel Húsafell fékk umhverfisverðlaun Borgarbyggðar fyrir lóðina. Með þessu hóteli stígum við ákveðin skref í átt að gæða þjónustu. Veitingasalurinn með útsýni og býður upp á árstíðabundna matseðla. Hótelið opnaði júlí 2015 og stækkaði 12 herbergi ári seinna þegar ferðaþjónustan var í mikilli uppsveiflu. Við ákváðum að selja hlut í hótelinu þar sem þetta var dýr og stór fjárfesting til að dreifa áhættinu og hvíla okkur á þessari miklu bindingu sem ferðaþjónustan er og einbeita okkur að öðrum verkefnum sem ég kem nánar að síðar. Við fengum góða fjárfesta með í ferðaþjónustureksturinn sem sjáum hann með okkur núna og þetta kom sér ansi vel eftir fall WOW og COVID-kreppuna. Til að styrkja innviði svæðisins er mikilvægt að hafa fjölbreytta aðþreyingu á svæðinu og nágrenni þess. Ferðamenn koma til að njóta náttúrunnar og ævintýrum sem fylgja henni. Til að auðvelda aðgengið var aðþreyingamiðstöðin stækkuð þar sem gestum eru veittar upplýsingar svæðið og bókað í ferðir. Við erum búin að kortleggja Húsafellssvæði og eru 10 mismunandi gönguleiðir í boði, allt eftir getu og áhuga. Einnig stikuðum við 2 vinsælustu leiðirnar og gerðum göngubrýr og bílastæði í Bæjargili. Þetta kort hefur verið gríðarlega vinsælt og einnig nýtt af hjóla- og hlaupafólki. Sundlaugin er ein vinsælasta afþreyingin á svæðinu, enda gömul með sinn sjarma í skjólgóðri laut. Hún var upphaflega byggð 1965 en síðan hafa miklar endurbætur verið gerðar á Laugarhúsinu og umhverfi þess.
Golfvöllurinn var á sínum tíma byggður upp á gömlum túnum sem fengu nýtt hlutverk. Þetta er 9 holu völlur en víða liggja brautir yfir vatn og oft er stutt í skóginn. Rekstur golfvalla er erfiður en styrkir svæðið og færar. Yfir háannatíman á sumrin höfum við kveikt upp í varðeld í hátíðalindi með söng, þar sem gestir á öllum aldri koma saman og syngja og hafa gaman. Þegar við stóðum í virkjunarframkvæmdum við Urðafellsvirkjun, þurftum við að leggja veg upp á virkjunarlóninu sem opna svæðið og styrkti göngulega netið okkar. Þá kom upp svo fína hugmynd að gera náttúruböð ofan í hringskili sem við köllum Giljaböð. En þar vætlaði volgt vatn úr kletti, byrjað var að bora eftir meira af heitu vatni sem kom í 9. tilraun með dass af þolinmæði og vonum að það væri þarna. Við hönnun og skipulag bana var lögð rík áherslu á að þau féllu vel að náttúrunni með sjálfbærni að leiðarljósi. Ákveðið var að hafa ferðir í böðum frá hótelinu með leiðsögn svo gestirnir fengju að njóta sín ótruflaðir í stórkostlegri náttúru. Ferðaþjónustan á Húsavelli hlaut nýsköpunarverðlaun Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi árið 2019 og gaf okkur listaverk eftir Dýrfinnu með fallvatninu og hrauninu sem umlykur okkur. Húsafell hefur þá sérstöðu að vera sjálfbær hvað varðar orkuöflun. Það er nóg af köldu vatni sem kemur frá jöklunum umhverfis Húsafell. Á langri leið sinni síast vatnið í gegnum hraunið og tæra lindi myndast við hraunjaðrana. Þetta vatn er 4 gráður allt árið og einstaklega gott neysluvatn og þar sem það frýs ekki og hefur jafnt reynsli er það tilvalið til að virkja orkuna sem í því býr. Þó nokkuð jarðhiti er á Húsafelli og erum við með 2 borholur sem eru nýttar til upphitunar á hótelinu, orlofshúsunum, sundlaunum, heitupottunum og fiskeldisstöð. Í dag erum við með sirka 200 hús á hitaveitu. Heita vatn á Húsavelli er talið heilsusamlegt til baða. Sjálfbærnin á Húsavelli hefur vekjað athygli og fengið umfjöllun víða heim, meðal annars hjá National Geographic, New York Times og víðar. Vegna þess hve stöðugt rennsli er á lindavatninu sem kemur undan hrauninu við Húsafellsskóg er það góður virkjunarkostur. Byggðar hafa verið svokallaðar rennslisvirkjanir þar sem ekki þarf miðlunarlón, framburður er lítill, frárensliskurðir litlir og alla framkvæmdir afturkræfar. Því hefur vatnið sem hefur verið virkjað til framleiðslu á rafmagni af 4 kynslóðum húsfellinga á 70 ára tímabili. Nú eru 4 vatnsaflsvirkjanir í rekstri. Stuttavirkjun er elst, byggð árið 1948 og skilar enn fullum afköstum. Sú nýjasta, Urðafellsvirkjun, var tekin í notkun í febrúar 2018. Samanlagt uppsett afl virkjanna 4 er 1600 kW og framleiðslan samsvara meðalnotkun 3000 heimila. Nýjustu virkjannar, Kiðavirkjun 2 og Urðafellsvirkjun, eru útbúnar til að þjóna Húsafelli og næstu byggðarlögum eingöngu án aðstoð frá dreifinetti. Þær eru þau mikilvægt varaafl fyrir svæði. Fyrir nokkrum árum skipulögðum við nýtt hverfi á svokölluðu hrauni en settum þá bið með að við unnum önnur verkefni. Þetta verkefni í nýja hverfinu í Húsafellsskógi hefur verið í þróun í 15 ár. Á tímum COVID fórum við að finna fyrir miklum áhuga á lóðarkaupum með auknum ferðalögum Íslendinga innanlands og áhuga fólks á útivist í okkar fallega landi. Ákveðum við í samvinnu við arkitekt að skapa heildrænt útlit og hönnun fyrir svæðið í heild sinni með því markmiði að húsin falli sem best inn í landslagið og hvert hús fá að njóta besta mögulega útsýnis. Hanna voru 3 gerðir af lúxushúsum, 2 gerðir á einni hæð og 1 2 hæða hús. Húsin eru á úpnu skógivöxnu hrauni og öll í sama stíl sem falla vel að umhverfinu. Einnig hefðu komið óskir möguleika að eiga lögheimili á lóðunum og eru við því að vinna með sveitarfélaginu að gera nýja hverfi að íbúabyggð með breyttu aðalskipulagi. Fyrir páska auglýstum við þetta nýja hverfi
og vonum að fá kannski 2-3 aðila til að kaupa svo við getum byrjað. En þvílíka sprengju áttum við ekki von á. Öll fjölskyldan stóð sveitt alla páskana við sína fólki og lá við slagsmálum húsin og af þeim stór hluti selt og mörg frátekin. Þessar viðtökur sýna við höfum verið á réttri leið með uppbyggingu á Húsafelli. Húsafell í dag fjölsóttur áfangastaður efst í Borgarfirði og þegar mest var störfuðu á annað 100 manns þar við ferðaþjónustu. Auk þess eru störf iðnaðarmanna ótalin. Við höfum verið einstaklega heppin með starfsmenn sem brenna ekki síður fyrir þeim verkefni sem við höfum ráðist í. Húsafell á einhvern stað í hjarta þeirra ekki síður en okkar. Við hjónin vinnum vel saman þó við séum mjög ólík, sem mér finnst kostur. Minn maður veður kaldur í þær hugmyndir sem við fáum og lætur fátt stoppa sig á meðan ég kannski svo jarðbundna og vill aðeins hugsa verkin til enda. Ég vil hvetja okkur konu til að láta drauma okkar rætast og hafa trú á okkur sjálfum. Við þurfum ekki lengur að sanna hversu megnaðar við erum, heldur eigum við að stefna í að vera góð fyrirmynd í hinum harða karlaheimi. Við erum bara mannlegar og munum það. Mér hefur tekist best að viðurkenna mistök mín og læra af þeim, taka við upplýsingum og leita mér hjálpar og sýna auðmýkt í samskiptum. Ég held ég geti fullyrt að það hefur ekki komið sá dagur að mér hafi leiðst í sveitinni eða ég sakni borgarlífsins. Ég elska að anda með hreinu fjallaloftinu og vera í nálægð við náttúruna. Mín sýn sú að landsbyggðin eigi bara eftir að eflast og hún eigi spennandi og bjarta framtíð fyrir sér. Að lokum vil ég þakka kærlega fyrir mig og til hamingju FKA-konum í daginn. Það að þakka fyrir þetta hérna. Það greinilega mikil hamingja í Húsafelli. En þá hún Hildur tilbúin. Við ætlum að fara þá kasta boltanum norður til hennar í Hegranesið. Hún með fyrirtæki Pure Natura og hún ætlar að segja sögu sína, Reykjavík, Árósar, Hegranes, vegferð frumkvöðuls, hindran og árangur. Gjör svo vel, Hildur. Þakkaði kærlega fyrir og ég biðst bara innilega afsökunar á þessum töfum sem að ég olli einhver áðan. Þetta er sífellda vandamál með tölvurnar og tengingar á milli kannski makka og venjulegra tölva. Þetta gefur bara tækifæri til að læra. Þetta bara gefur tækifæri til að læra, algjörlega. Er ég byrjuð að deila núna skjánum mínu með ykkur? Já, sjáum þetta. Jæja. Heyrðu, komið sæl, ég heiti Hildur Þóra Magnúsdóttir og ég framkvæmdastjóri fyrirtækisins Pure Natura ehf. Ég 41 árs gömul, uppalin í Reykjavík. En þegar ég var 15 ára gömul þá ákvað móðir mín að flytjast með okkur fjölskylduna norður í land, þannig að við settumstum að á Akureyri. Og ég var þar tíð og tók þar háskólanám, tók viðskiptafræði í háskólanum á Akureyri, en að honum loknum að þá ákvaði ég og maðurinn minn að flytjast til Árósa. Nánar tiltekið til Árósa í Danmörku, til þess að fara í meistaranám. Ég kláraði meistaranám í fjármálum og alþjóðaviðskiptum og við vorum í Danmörku í 5 ár og eignuðumst þar 2 börn, áttum 1 barn fyrir, þannig að við vorum orðin 5 manna fjölskylda og unnum okkur mjög vel í Danmörku. Þegar tengdapabbi minn heitinn féll frá árið 2010 og arfleiddi manninn minn að jörðinni Rýp í Hegranesi. Sjá. Það allt að koma hjá mér. Svona. Við ákváðum í kjölfar á því að eignast þessa jörð að drífa okkur strax til Íslands og allavega gera upp þessa eign þannig að hún yrði ekki byrði á okkur og bara hugsa okkur þannig að við ætlum að leigja þetta út. En ég verð bara að viðurkenna það að ég gjörsamlega bara kolfjall fyrir Skagafirðinum
Og þegar við snerum aftur til Árósa þarna haustið, þá gat ég bara ekki hægt að hugsa það hvað mér hafði liðið vel í sveitinu minni með börnin. Og það leið ekkert á löngu þangað til að ég stakk upp á því við manninn minn að við skildum bara flytja heim til Íslands og setjast bara á Rýp. Það var svo páskana 2011 að við fjölskyldan fluttum tilbaka, þannig að það akkurat komin 10 ár síðan að við fluttum og erum búin að búa hér síðan. Við vorum alltaf bæði komin með masterspróf á sínum tíma og vissum svo sem ekkert hvað við ætlum að fara að gera í sveitinni, en við vorum heldur betur fljóta bæta úr því og finna okkur verkefni því að þarna strax vorið að þá stofnuðum við fyrirtæki Tjöldum í Skagafirði, en Tjöldum í Skagafirði rekur 5 tjaldstæði á Skagafjarðarsvæðinu. Við gerðumst einnig skógarbændur og fengum okkur hesta og hænur í garðinn og ég fór að rækta grænmeti. Þannig að það var fljótt nóg að gera, en auk þess fórum við einnig að vinna utan heimilis og þá bæði á Sauðárkróki, maðurinn minn sem verkefnastjóri í fullorðinsfræðslu og ég fór að vinna hjá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sem atvinnuráðgjafi. Mér finnst í raun og veru að við höfum fengið það besta sem að sveitin hafði upp á að bjóða vegna þess að við vorum í raun og veru ekki bændur per se, nema þá kannski bara svona hobbybændur, en við nutum samt alls þess sem að friðsældin í sveitinni bauð upp á. Það var svo árið 2015 að ég stofnaði fyrirtæki mitt Pure Natura á Sauðárkróki. Pure Natura framleiðir vítamín úr raunverulegum mat. Við byggjum á hefðum forfeðra okkar og nýtum í vítamínin þá allra næringaríkustu fæðu sem að bara fyrirfinnst, sem að er innmatur, eins og lifur og hjörtu, eistu og nýru úr íslenskum lömbum. Við bætum einnig í þetta þekktum íslenskum lækningajurtum, en bara svona ganni að þá langar mig að segja ykkur frá því að innmatur, hann er svona 10 til 100 sinnum næringaríkari heldur en bara kjötið af sömu skepnu. Hann inniheldur öll B-vitamínin í miklu magni, hann inniheldur mikið magn af A-vitamíni, K-vitamíni, hann inniheldur mikið magn af öðrum steinefnum eins og sink og selen og kopar. Þannig að þetta er svona næringarsprengja. Við trúum því að háþróuðustu vítamínblöndurnar komi beint frá náttúrunni og af því að þetta er matur sem við erum að vinna með, að þá þekkir líka með þetta sem mat og upptakan á þessum næringarefnum verður mjög góð. Pure Natura selur í dag 5 vörur eða tegundir bætiefna sem allar byggja á þessari hugmyndafræði. En þær hafa samt sem áður allar ólíka eiginleika líka. Grunnvaran okkar er næring, en hún hentar vel fyrir alla sem að vilja bara tryggja sér ákveðna svona næringatryggingu daglega. Þannig að þó að þú vitir að mataræðið þitt sé ekki alltaf upp á 10, þá ertu samt svolítið búin að tryggja ákveðið magn hágæða næringu inn í daginn. Þessi blanda, hún hentar einnig vel fyrir fólk sem er með járnskort, fólk sem er með B12 vítamínskort og við mælum einnig með þessara vöru fyrir fólk sem fyrir börn og unglinga. Og ef börn eru of lítil til að taka hylki, þá má alveg opna þau og setja þau bara út í grautinn eða út í bústinn hjá börnunum. Þetta er líka frábær viðbót fyrir eldra fólk eða fólk með litla matarlyst. Eldra fólk eða fólk sem er þá kannski orðið eitthvað lasið, því þetta verður oft svona vítahringur að vanta næringu og næringaskorturinn eykur á vandamálið. Vinsælasta varan okkar er Orka frá upphafi, en hún er frábær valkostur fyrir þá sem eru undir miklu álagi og ef ég tala bara út frá mér og mínu vinum þá erum við nú flest undir mjög miklu álagi og það er bæði líkamlegt eða andlegt. Hún inniheldur svona jurtir sem að styrkja taugakerfið og ónæmiskerfið.
Þetta nýjasta varan okkar karlar, en hún hugsuð sem sagt fyrir kynheilsu karla og æxlunarfærin og bara frábær fyrir alla karlmenn sem eru komnir yfir fertugt. Þetta ein af vinsælustu vörunum okkar frá upphafi, hún heitir hreinsun og auk næringarefna þá inniheldur hún jurtir sem svona minnka bólgur og bjú, styrkja efnaskiptin og hreinsa líkamann. Svo það síðasta varan okkar sem heitir jafnvægi, en hún er aðalega hugsuð fyrir hjarta og æðarkerfi. Og hún styður líka svolítið við taugakerfið og svona balanserar allt kerfið. Við Pure Natura, við framleiðum líka vörur fyrir aðra og þetta einn af okkar kaupendum, Hunter & Gather Foods í Bretlandi og við erum í viðræðum núna við bandarískt fyrirtæki líka svipaðan samning, þannig að vonandi bara gengur það eftir og við förum að framleiða ennþá meira fyrir aðra. Við erum nýbúin að semja við Walmart í Bandaríkjunum og við erum með vörurnar okkar í sölu á Amazon og svona smærri vefverslunum í Bandaríkjunum. Hérna á Íslandi þá fást vörurnar okkar í heilsubúðum, hagkaupum, Netto og Samkaupum, auk þess að fást á okkar heimasíðu, purenatura.is. Og svo erum við rosa stolt af svona samstarfi líka við minni svona lokal sourcing fyrirtæki sem að þó sérhæfa sig að bjóða upp á hágæða vörur. Ef ég svona fer aðeins yfir árangurinn okkar, að þá erum við stofnuð 2015. Við byrjuðum á því að vinna viðskiptaáætlanakeppni og stofnuðum Pure Natura út frá því. Þróun á vörulínu tók alveg 1,5 ár, en sem betur fer með styrkjum frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Framleiðnisjóði og samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og velferðarráðuneytinu, þá tókst það. Og fyrstu vörurnar okkar komu á markað 2017 í mars. Við hlutum bara sama ár tilnefningar til 2 verðlauna, frumkvöðlaverðlaun kvenna í Evrópu og matarfrumkvöðl Íslands, kepptum fyrir Íslands hönd í Emblu-verðlaununum. Í lok þessa fyrsta árs sóttum við stóra sýningu í Bandaríkjunum sem heitir Natural Product Expo og náðum bara góðum árangri þar og fórum að selja vörurnar í kjölfarið á Amazon. Við höfum hlotið styrk úr Tækniþróunarsjóði upp á 20 milljónir króna sem hjálpaði okkur í vöruþróun og tókum einnig þátt í viðskiptaræðlinum til sjávar og sveita. Það var 2019. Við höfum síðan komið með nýja vöru á markað sem karlablandan okkar og við erum ennþá með nokkra vörur í þróun sem að vonandi komast á markað fljótlega. En nýjustu fréttir eru það að við erum komið með fjárfesta og fengum stóran styrk úr matvælasjóði til markaðssetningar, alveg 15,4 milljónir. Þannig að það í raun og veru fyrst núna sem að fyrirtæki hefur svona tækifæri til þess að fara að markaðssetja sig að einhverju viti. Og þessi styrkur hefur strax skilað því að við erum komin inn á Walmart til dæmis og fleiri verslanir. Þetta hefur náttúrulega ekki alltaf verið einfalt, það eru margar áskoranirnar og þá náttúrulega sérstaklega tengjast fjármögnun og eins og ég fór yfir þá höfum við verið mjög heppin með það. En ég myndi svona segja að úthald og þrautseigja séu kannski aðalmálið hér og ég hef stundum svona gert grín að því að hlæja að því að ég þekki held ég engan í mínum svona nána vinahópi sem myndi kannski hafa haft það úthald og þrautseigju til að fara þessa vegferð sem að ég er búin að vera að fara. Þannig að ég ætla bara að gefa mér gott klapp á baki fyrir það. Þetta er ekkert auðvelt. Og eins og allir sem hafa verið í frumkvöðlastarfsemi þekkja þá þurfum við að vera með marga hatta þegar við förum á stað í svona verkefni og ég hef því þurft að sinna náttúrulega störfum framkvæmdastjóra en jafnframt vera starfsmannastjóri og gæðastjóri og framleiðslustjóri og sölustjóri og markastjóri og verkefnastjóri og ég hef þurft að stýra þróunarverkefnum og sækjum styrkina
Þannig að það eru margar áskoranir sem að maður tekst á við. Og svo auðvitað þessi áskorun fjarlægð frá mörkuðum. En mér hefur ekkert fundist að vera neins sérstök áskorun þannig. Ég 3,5 tíma til Reykjavíkur ef ég keyri og mér finnst það bara lítið mál. En COVID hefur líka klárlega hjálpað mér á mörgu leyti að nú einhvern veginn sitjum við öll við sama borð. Auk þess sem að það er hægt að úthýsa þjónustu eins og bara dreifingum og vörum og öðru. Landsvæðin okkar, þau eru þetta bara ólík og á Norðurlandi vestra landsvæðinu sem að ég bý, þar eru ákveðnir styrkleikar. Þetta mikið landbúnaðarhérað eða landbúnaðarsvæði og matvælaframleiðslusvæði og ég hef svolítið bara reynt að hugsa þannig frá upphafi, bara hvernig getum við nýtt þessar auðlindir sem að svæðið hefur upp á að bjóða og til dæmis að þá nýjustu verkefnin okkar í Pure Natura hafa verið samstarfsverkefni við bændur hérna í Hegranesinu. Þannig að það eru 2 bændur að fara að framleiða fyrir okkur annars vegar burnirót og hins vegar fíflarót og brenninetlu. Og það klárlega eitthvað sem að er tækifæri hér og ekki hægt að gera í Reykjavík. Auki samstarfi gegnum neti eins og ég segi í tengslu við COVID hefur skipt sköpum og ég afskaplega þakklát eins og FKA hvernig þeir hafa brugðist við þessu ástandi í COVID og það sé allt orðið svona rafrænt og það einhvern veginn hjálpar fólki út á landi og í svona þessum afskekktari byggðum sem að jafnvel FKA netið ekkert svo þétt. Þannig ég vil endilega við höldum áfram þessari braut og held að það sé klárlega tækifæri til þess að fyrir fólk sem vill vinna út á landi en samt nýta sér sterkt tengslanet að það að hafa svona félagskap eins og FKA rafrænan. Ég stundum svona að hugsa með mér hvernig maður getur að það leiðilegt fyrir frumkvöðla að vera alltaf að finna upp hjólið og það ofsalega gott ef maður getur stytt sér leiðir og það kemur með þessu tengslanetti. En líka stundum velt fyrir mér hvort að svona mentoring eða mentee-programs væri eitthvað sem við getum gert meira af. Það reyndar þannig, veit ég, að Ísland farið að taka þátt í einhvers konar svona erlendu samstarfi með þetta og ég skráði mig sjálf á BIS mentoring í vikunni þar sem að ég get fengið, það hægt að para mig saman við erlendan mentor og hjálpa mér með að afmarka verkefni. Þannig að heimurinn klárlega að minnka og að því að það var talað það áðan að frá London að við getum í raun og veru unnið svo mikið hvaðan sem að þá það líka þannig að það eru til, nú veit ég hvort þið þekkið það, en það eru til vefsíður sem að para saman starfsmenn á milli landa jafnvel, eða mjög mikið á milli landa og við höfum hjá Pure Natura pröfað að nýta okkur slíka pörun til að leita sérfræðingum sem okkur hefur vantað. Þannig að þetta klárlega allt hægt og það hægt að stýra ýmsu við skrifborðið í Hegranesinu. Hamingjan út á landi, í mínum huga að þá eru forréttindi að fá að búa út á landi og ég afskaplega þakklát fyrir það og hamingjan í mínum huga svolítið svo að ég get stemplað mig út á vinnunni, ég get verið komin á hestbak með börnunum mínum 15 mínútum eftir vinnu lýkur, ég get verið komin með hendurnar á kafi mold að taka upp gulrætur eða sinna garðstörfum á 1 mínútu eða ég get hreinlega bara slökkt á tölvunni, tékka mig út, fengið mig kaffibolla í gróðurhúsinu og notið lífsins og samveru með fólkinu mínu. Þannig að þetta það svona betra jafnvægi milli heimilis og vinnu myndi ég segja. Ég annars bara þakka kærlega fyrir mig og ég ætla að hvetja ykkur að lokum til þess að endilega kynna ykkur Pure Natura betur og fá ykkur betri næringu með Pure Natura. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Hildur. Það kom einmitt fyrirspurn inn á spjallið hvort það væri ekki örugglega afsláttarkóði í gangi eins og hjá á Hröfaldunum. Heyrðu, jú, alveg klárlega. Ég held að sé loyal customer. Þá afslátt. Loyal customer. Já. Flott Við deilum því og fórum og kaupum þessu frábæru fæðubótefni.
Takk fyrir. taka stopp sharing held ég af. Akkurat svona. Já. Og við ætlum einmitt að halda okkur. Það náttúrulega eins og komst fram að það mikilvægt að þessi umgjörð líka fyrir nýsköpun og vöruþróun sé til staðar. Að það sé einhver stuðningur, hvað sem er staðbundið, að allan að þú getur nálgast það. Næst í pontu er einmitt Cecilia Ingibjörg Bardal sem er framkvæmdastjóri nýsköpunarverkefnisins EIMIS. Hún var sem sagt áður framkvæmdastjóri Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit og það er einn af eigendunum. En erindið hennar ber yfirskriftina Tækifæri landsbyggðarinnar út frá sjálfbærni og nýsköpun og hún segir hérna: Ég tel að nýsköpun á Norðausturlandi eigi mikið inni. Hér er mikil tækifæri til að skapa verðmæti og atvinnu á svæðinu, bæði í orku og matvælaiðnaði. Tækifæri liggja í að byggja upp kraftugt mikil samfélag fyrir frumkvöðla með spennandi hugmyndir. Og að því aðtúa, að því ég veit að hún er með fæturnar á 2 stöðum í dag, það er náttúrulega hacking, nú man ekki hvað það heitir, það var allavega hraðall í gangi fyrir norðan. Cecilia, ertu á línunni? Heyrðist kannski ekki mér. Já, ég er hérna, Laufey. Velkomin. Takk fyrir. Hacking Norðurland heitir það. Ég veit að þú ert tengt Svövu og Hacking Heklaði þar. Já, ég ætla að það var alveg á tungubrautinni. Nákvæmlega. Æðislegt og gaman að fá að vera eftir Hildi, svona sterkum frumkvöðli hérna frá Norðurlandi vestra. Alveg alltaf að fylgast með henni hérna í sínum verkefnum sko. Mæli með vörunni, engin spurning. En ég hérna er með ætla að deila skjá með ykkur. Vonandi það takist hérna hjá mér nokkuð smurt. Þið sjáuð kannski núna eða hvað? Við sjáum bara glæru ekki það vantar full screen. Það er svona komið núna. Tekur smá stund að hoppa yfir. Sést það núna? Já, takk. Ok. Já, hérna, ég sést hérna frá EIM. Sem er einmitt nýsköpunar og svona sjálfbærni verkefni á Norðurlandi eystra og við svo sem hérna teygjum okkur alveg yfir allt Norðurlandið en við erum svona okkar svona starfssvæði er Norðurlandi eystra og bakhjallar verkefnisins er Landsvirkjun, Norðurorka, Orkuveita Húsavíkur og SSNE. Og við erum tiltölulega nýbyrjuð við Otto Eliasson sem eru hérna saman á myndinni, byrjuðum í september og hérna við erum með mjög ólíkan bakgrunn, ég er hérna ég er þjónn í grunninn og hérna fór svo að læra lögfræði og var að klára MBA-nám 2019. Og Otto er hérna nýkominn heim með fjölskylduna sína og doktorsgráðu í hérna eðlisfræði og hérna þannig að við erum svona, hann er meira svona þessa akademíska nálgun og meðan ég er kannski búin að vera meira tengd viðskiptum og svona frumkvöðla heiminum í svona okkar bakgrunni og svo var hann Gunnar að bætast við hérna í teymi sem er hérna strákurinn hérna til hliðar og er hérna hjá okkur tímabundið í 6 mánuði og er að vinna sérstaklega í samfélagsgróðurhúsaverkefni sem er svona Evrópuverkefni sem ég kem inn á eftir. Svo erum við með þessa frábæri stjórn sem þið sjáið hérna, þetta myndarlega fólk hérna á myndinni, Helgi Jóhannesson og Kristján Þór Magnússon, Arnór Benjusson og Kristín Linda Árnadóttir, þau eru sem sagt í stjórn EIMS. Ég ætla nú ekki að fara kannski djúpt í EIMS svona þannig í dag, svona hvað nákvæmlega það verkefni snýst en hérna hluti okkar verkefni er einmitt eins og Laufey kom inn á að styðja við frumkvöðla á svæðinu og búa til þetta stuðningsnet til þess að geta búið til fleiri atvinnutækifæri og svona undirbúið svolítið innviðina við að skapa og vera svolítið svona búa til stemningu og samfélag sem kallar á það að fólki langar til þess að koma og vera með okkur á Norðurlandi. Og þessi 3 hugtök eru svona kjarnastarfsemin okkar, þar sem við erum að vinna mest út frá og það er alltaf gott að einhvern veginn vera með þau svolítið skýr þannig að maður sé nú ekki að fara víðan völl í þessu verkefni. En ég ætla hérna að fara með ykkur svona byrja svolítið svona á stóru vandamálum í heiminum og eins og þið vitið og búið miklar umræður og bara alltaf verða hærri og hærri raddir það hvað loftslagsmálin er að verða mikilvægur hlekkur í okkar lífi.
og heimurinn breytist hratt og, og COVID hefur svona einmitt ítt okkur út í það að þurfa að breytast. Við viljum öll breytingar en viljum fá breytast, það er svolítið svoleiðis. En auðlindir jarðar eru endanlegar og núverandi nýting gengur of á gjafir jarðar. Og ef að við höldum áfram bara eins og við erum að lifa í dag, þá þyrftum við 4 jarðir bara við Íslendingar. Þannig að þetta svona, þegar við svona áttuðum okkur á því, þegar menn fóru til tunglsins á sínum tíma, að við værum hérna öll á þessum hnetti og þyrftum á hvort öðru að halda og vinna svolítið saman, þá breyttist hugafar margra og maður hugsar eins og fyrir okkur Íslandi, þessu litla Íslandi og það eru bara 300.000 mann sem búa hérna. Þú veist að þetta ætti nú ekki vera flókið fyrir okkur og við hljótum að geta fundið leið til þess að láta þetta ganga upp. En svo ég haldi aðeins áfram og horfi fram í tíman, árið 2050 þá segja fræðimennum að mannkynið verði 10 milljarða og matarþörfin mun aukast 50% frá því að hún í dag. Orkuþörfin mun aukast 50% en í dag líða 4 milljarðar vatnsskort. Þannig að þetta svona, þetta er svolítið svona stórar tölur en það er rosalega gott að minna sig á svona hvernig svona grunnstaða okkar allra og svona þessar auðlindir sem að við horfum á hjá okkur og við fengum í vöggugjöf eru alls ekki allstaðar svona bara til taks eins og við höfum. Þannig að tækifærin fyrir okkur að spyrja, er ekki bara tækifærin hér beint fyrir framan okkur. Við erum með þessar auðlindir hérna bara við hliðina á okkur og nú er ég hérna á Mývatni tengt hackathoninu og horfi hérna út gluggana á víðernið og öll tækifærin sem felast í því að gera betur og nýta það sem við höfum. Og auðvitað eru stjórnvöld að svona, þau eru alveg búin að sjá þetta líka og eru að reyna að búa til stefnur í kringum þessi tækifæri og ég meina að það komin stefna sjálfbæra orkuframtíð, fyrsta skipti sem að það hefur náðst að búa til þessa orkustefnu. Það komin matvælastefna Ísland, nýsköpunarland Ísland og svo nýsköpunar eða klasastefnan sem að snýst einmitt það að við séum hérna saman á þessum hnetti og getum nýtt krafta hvers annars. Bara ef ég horfi bara út að við erum svona orkutengt verkefni og ef við horfum bara á jarðvarmann, þá erum við eingöngu í dag að nýta þessa frumorku og við erum í dag að nýta 29% af orkunni sem við eigum og því 71% ónýtt sem kallast glatvarmi í dag. Og það í rauninni bara varmi sem fer upp í loftið og stundum aftur ofan í borholu eða bara fer upp í himinin. Þannig að tækifærin eru ótrúlega mörg og maður svona fer að hugsa út frá bara þessu svona matur orka vatn sem ég byrjaði að tala í upphafi, að þá liggur beinast við að tækifærin fyrir Ísland og fyrir Norðurland og landsbyggðina, þar sem við höfum allt þetta pláss, matvælaframleiðsla. Og við erum nú byrjum þetta Hacking Norðurland með svona smá vefstofu eins og þið að gera hér og þar kom mitt fram mjög áhugaverð skýrsla frá Wageningen háskólanum í Hollandi þar sem var vísindamaður sem var að vinna fyrir David Wallerstein sem er fjárfestir hérna á Íslandi. Hann bjó til rannsókn sem snerist það að athuga fýsileika risagróðurhúsa á Íslandi. Og niðurstaða þessari skýrslu sagði að það tækifæri fyrir okkur Íslendinga að gera betur í grænmetisframleiðslu og bara svona stórsókn í ylrækt í rauninni af því að við erum í dag að flytja inn 10.000 tonn af grænmeti og berjum. Við erum alls ekki sjálfbær þegar kemur að grænmetisrækt og ávöxtum. Og því eru ótrúlega stór tækifæri. Allt þetta gulmerkta í rauninni það sem væri gott að rækta í gróðurhúsum og það ekkert mál fyrir okkur að vera að rækta svona í stýrðu umhverfi. Þó svo að við séum ekki með sólina marga mánuði á ári, þá gætum við gert þetta í gróðurhúsum. Ég talaði að Gunnar var hjá okkur tímabundið og við erum að vinna í rosalega skemmtilegu verkefni sem við fengum styrk fyrir. Þetta svona alþjóðlegt eða svona Evrópuverkefni
og sem snerist einmitt það að búa til samfélagsgróðurhús á Húsavík. Stóra myndin var sú að við erum að vinna þetta með öðrum Evrópulöndum, 2 öðrum löndum og þau eru komin miklu styttra en við Íslendingar í nýtingu jarðvarma og þau, annar landi var í rauninni að bara prófa að hita einbýlishús með jarðvarma og hitt verkefni snerist að hita svona fjölbýli með jarðvarma. En við erum náttúrulega að hita, nánast öll Íslands heimili eru hituð upp með jarðvarma, þannig að það var ekkert vandamál fyrir okkur og engin áskorun. Þannig að okkur langaði til þess að pröfa að setja á fót verkefnið samfélagsgróðurhús á Húsavík og sem bara ennþá í fullum gangi og við erum í miklum samræðum við þekkingarnetið á Húsavík núna að jafnvel að búa til einhverja svona stemningu í kringum frumkvöðlasetur og þekkingarnetið sem að rísa þar. Og við erum búin að vera í svona samtali við svona þessi svona hópa inn á Húsavík, til dæmis bara leikskóla, grunnskóla, eldri borgara, veitingahús og svo einstaklinga til þess að í rauninni athuga hvort að þau hafi áhuga á því að vera hluti af þessu samfélagsgróðurhúsi, kannski rækta eitthvað fyrir veitingahúsin, kenna börnunum að rækta, umgangast hráefni og svona komast inn í svona þessa ylrækt. Og við bara leyfum ykkur að fylgjast með þessu einhvern veginn í gegnum heimasíðuna okkar og svoleiðis, hvort að þetta allt verða veruleika, en í rauninni alverkefni hjá okkur bara að athuga hvort það sé yfir höfuð hægt, hvort það væri hægt að fá fólk til þess að vinna saman og hvernig tekjumódelið myndi svona líta út. Svona eitt af verkefnum. En mér langaði aðeins að segja ykkur frá að því að einmitt hún Hildur kom inn á mikilvægi þess að tengslanet og vinna saman og gefast ekki upp, þú veist, það er erfitt að halda áfram oft á tíðum í frumkvöðla heiminum 1 dagur geggjaður og bara einhvern veginn það er ekkert sem getur stoppað mann og svo næsta dagur bara einhvern veginn allt hrunið. Planið bara aftur á byrjunarreit. Þannig að það er ótrúlega dýrmætt að hafa einhvers konar stuðningsnet líka á landsbyggðinni, sérstaklega við ætlum að óska okkur þess að fá fleira fólk til þess að dreyma að búa á landsbyggðinni eða vera með störfan staðsetningar og svoleiðis. Það þarf að vera meira heldur en bara skrifborð. Fólk líka sækjast eftir að geta hitt aðra og spegla vinnuna sína og allt þetta. Og við erum að pröfa þetta núna þessa helgi og erum við að nýta svolítið svona þessa frumkvöðla hugsjón. Það er sem Arnar Sigurðsson frá Austan Mána, hann að þróa svona vettvang, stafrænan vettvang, þar sem að því að við erum ekki bara öll í Vatnsmýrinu núna í grósku að vinna og líka út á COVID, þá gátum við það bara hreinlega ekki. En það hentar okkur ótrúlega vel þar sem við erum að taka allt Norðurland og það er náttúrulega rosalega víðfeðmt og við getum ekki endilega verið bara öll á einum stað. En núna eru bara allir að vinna heima hjá sér og að nota svona stafræna lausn sem heitir hugmyndaþorp og þar sérðu bara mjög svona visuált, bara hvað í gangi, hverjir eru að gera hvað, einhverjar áskorunir á hópana, þú veist, hvernig og bara svona get ég komið inn og hjálpað einhverjum sem með hugmynd, þú veist, maður getur komið og sagt sett á sig mismunandi hatta, þú veist, ég er aðeins að kritisera þessa hugmynd, ég held hún sé ekki að ganga, ég held að sé einhver annar að gera hana, þú veist, þetta er svona vettvangur þar sem maður getur svolítið tala saman án þess að vera undir sama þaki. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Það kemur að þessu fullt af fólki núna hjá okkur sem eru með rosalega reynslu og þekkingu og að hjálpa frumkvöðlunum að komast af stað og líka bara að hlusta og heyra hvaða hugmyndir eru í gangi og þau æfa sig að segja frá og fá einmitt þessa endurgjöf sem er svo dýrmætt og getur hreinlega bara í rauninni hjálpað hugmyndunum í rauninni að vaksa eða bara algjörlega að hugsa bara ok, þetta er bara ekki góð hugmynd, ég ætla bara einhvern veginn að endurskoða hana eða endurforma hana eða ég er ekki að segja rétt frá henni eða eitthvað svona. Þannig að það er ótrúlega dýrmætt. Geggjuð dómnefnd líka sem að þetta er svona hackathon, þetta er 48 klukkustundum að keppni. Nú allir að hamast við að búa til hugmyndina sína, komin á framfæri, búa til vöru og svo ætla þeir að pitcha henni fyrir þessari flottu dómnefnd á sunnudaginn og svo veljum við sigurvegara. Og bara með okkur langaði að sýna okkur teymið sem að þetta flotta fólk og þetta snýst samvinnu mitt og nú eru við alls ekki allt þetta fólk á einum stað, langt frá að vera bara staðsett á Akureyri, við erum með
okkur hérna hjá Eimi, okkur Otto, svo hann Sveinn Margis hérna hjá Nýsköpun í Norðri, Hacking Hekla teimið sem kemur frá Reykjavík, við erum með hana Silju sem frá SSNE, við erum með Kolfinnu frá SSNVAF og við erum allir búin að vera að vinna í þessu saman núna í nokkra mánuði, undirbúa þetta hackathon og ætlum svo bara að halda áfram að búa til stemningu og samfélag þar sem fólk bara dregst að og langar að vera hluti af að búa til og skapa eitthvað úr þessum geggjuðu auðlindum sem við eigum og eru bara hérna við hliðina á okkur og við getum nýtt svo mikið, 71% ónýtt. Framtíðarsýnin okkar einmitt svolítið að halda áfram að fá fólk til að taka þátt og við erum að sækjum í styrki og sjóði hérna á Íslandi og líka stóra sjóði erlendis og og þú veist og það eru verkefni eins og vetnisverkefni, það eru verkefni eins og snyrtivörur úr jarðvarma, það eru risagróðurhús á Þeistareykjum þar sem við erum að nýta fleiri orkustrauma heldur en nýta glatvarmann og fleira og nú hackathonið, næst langar okkur að halda frumkvöðlasmiðju í júní helst í Varmahlíð ef við fáum jafn háan styrk og við vonumst eftir þá náum við að halda þetta allt saman. Viðskiptahraðal í september til nóvember, þar sem verður bara valið 10 teymi og þau svona helst komið með svolítið þroskaðar hugmyndir þannig að þau ná bara að klára hugmyndirnir og jafnvel ná í eitthvað fjármagn á endanum. Og svo langar okkur að halda fjárfesta hátíð á Norðurlandi í febrúar og mars, kannski selja snjóinn og peninga einhvern veginn saman. Því hvort að það áttur að ganga hjá okkur, skíðu og peningar kannski. En já, þetta svona framtíðarsýn Eims og eins og ég kom inn á og bara mig langaði kannski að enda þetta þetta erindi með að mér finnst þetta flott framtak hjá FKA að koma inn með svona þessa sýn og þessa yfirskrift að svona að því að það ekki nóg einhvern veginn að kalla á stjórnvöld og segja að þið eru að fara að henda einhverjum störfum hérna á landið, heldur þurfa allir einhvern veginn að móta og undirbúa innviðina og búa til svona þessa stemningu og þennan kraft sem fólk sækist eftir að vera hluti af. Það er kannski, þetta er svona eins og með skrifstofuna, maður er kannski ekki bara að sækjast eftir því að vera með eitthvað að borða á einhverjum fínum stað, heldur frekar að sækjast eftir því að það sé áhugasamt og skemmtilegt fólk sem býr á staðnum og mann langar að vinna með. Var það ekki? En ég ætla bara að segja þetta gott hjá mér í bili og bara bestu þakkir fyrir að leyfa mér að vera með ykkur hérna í dag og fá að segja frá Eimi og verkefnunum. Takk fyrir þetta, Cecilia. Mjög spennandi verkefni þannig fyrir norðan og gaman að sjá þegar maður fylgist með hvað mikið komið þetta nýsköpunar og hraðlarnir eru orðnir algengir og eiginlega bara maður þarf ekki að bíða eftir næsta ári heldur það er kannski bara 2 mánuðir. Í lokin ætlar í rauninni, Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor Háskólans á Bifröst, hún ætlar svona að hjálpa okkur að taka þetta saman og svara nokkuð spurningum sem að birtust á spjallinu. Þau gengi bara mjög vel hjá okkur og með tímaáætlunina þá erum við bara eiginlega undan áætlun af því að það er líka kannski ágætt að takmarka hvað maður hefur þol í dag að sitja lengi við tölvuna og hvað þá á laugardegi. En Margrét, má ekki bara bjóða þér að fá sviðið, gjör svo vel. Jú, þakka kærlega fyrir Laufey, þakka fyrir röggsama fundastjórn og þakka ykkur öllum, þátttakendur góðir, fyrir að taka þátt í þessu framtaki sem allar landsbyggðarnefndir FKA stóðu saman á. Við byrjum á því að tala saman og við fundum strax samnefnaran að COVID sett okkur í tísku, að landsbyggðin hún sannaði tilvist sína og mikilvægi þegar COVID skall á vegna þess að á landsbyggðinni var öryggið, á landsbyggðinni var friðurinn sem fylgdi COVID, næði til þess að sinna og svo það afleiðing að það sannaðist að það er hægt að vinna hvaðan sem er. Og á margan hátt hef ég verið spurð undanfarna daga, af hverju er FKA að standa fyrir þessu? Af hverju er FKA að gera þetta? Vegna þess að af hverju eru þið að taka fram fyrir atvinnulífið og stjórnmálaöflunum
og ég hafði í raun og veru ekki sett þetta í það samhengi að við værum að snerta svona hápólitískt efni. En í raun og veru allt sem við gerum pólitík. Allar hugsanir okkar, allar gjörðir, þær hafa bæði afleiðingar og spretta úr einhverjum grunni, rétt eins og þessi ráðstefna hefði ekki verið haldin nema fyrir tilstilli COVID, sem breytti því hvernig við hugsum, breytti því hvernig við vinnum og líka breytti því hvernig við viljum lifa. Og ráðherra sem sett okkur hér í alfara leið, við erum allar núna í alfara leið hérna inn á netinu, því að þetta er vettvangurinn þar sem að skiptir engu máli hvort við erum í Hegranesinu, Suðurlandinu eða hér á Bifröst, þar sem að við erum allar heim í stofu hjá mér, Vesturlandið, og sú sem talar, hún hleypur inn í herbergi. En við erum búin að ferðast með fyrirtækjum sem eru með starfsmenn í Frakklandi og Mundo fyrirtæki mitt, ég var með einn starfsmenn á Spáni, einn í Pólandi, rak fyrirtæki staðsett á Seltjarnarnesi frá Siglufirði. Þannig að allt tengist þetta því að við höfum stækkað svo netið okkar. Við getum núna valið besta fólki alls staðar að úr heiminum. Við getum valið bestu þjónustuna alls staðar að úr heiminum og til dæmis minn stjórnandaráðgjafi í Argentínu. Takk fyrir. Ég satt bara á bekkinn einu sinni í viku og heiti ráðgjafamenn í Argentínu. Þetta það sem við getum gert. Við höfum allan heiminn til þess að velja úr, getum bæði spara, en getum líka vaxið svo ótrúlega hratt því það engin afsökun að hafa ekki hlutina lengur. Nú, Sigurður mælti auðvitað mjög vel þegar hann sagði hversu mikilvægt það væri að geta ráðið hamingjusamt fólk til byggða vegna þess að þegar fólk í kjörlendi sínu, þeim blómapotti því umhverfið sem það vill, þá skilar það heldur betur af sér. Nú, Auður Ottesen, Orkuver Suðurland, sýndi okkur líka hvernig það og engin tilviljun, hún sækir aftur í rætur sínar, fer í Hveragerði, með þessa sprengju, ég man þegar ég heimsótti FKA-konur á Suðurlandi, það var svo magnað bara normið á Suðurlandi að vera í FKA. Þú veist, það ekki kvenfélag, ekki kórinn, heldur FKA. Og það staður þar sem hlutirnir gerast vegna þess að flæðið svo skemmtilegt og orkan svona mikið. Og við sáum líka hversu magnað það að reka fyrirtæki eins og ritara sem býður þjónustu fyrir allt landið. Þarna ertu búin að losa þig við dýran starfskraft sem getur leyst í gegnum eitt fyrirtæki, algjörlega brilljant, líka starfsmenn í útlöndum. Arnheiður, og ég bara noti þess að búa á Siglufirði, þar sem ég heiti fleiri vini mína úr Vesturbænum, þar sem ég hef búið undanfarið 35 ár. Ég heiti fleiri á Siglufirði heldur en ég heiti í Reykjavík vegna þess að það svona bær, það sem í tísku, það allir á Siglufirði í dag og það alveg sama hvert maður fer, ég heiti nágranna mína úr Vesturbænu þar líka. En þarna sjáum hvernig hefur tekist til að markasetja jaðarsvæði og núna eftir COVID það jaðarsvæðin sem fólk mun sækja í. Fólk vill taka Norðurstrandarleiðina sem að Arnheiður lýsti svo vel, það vill taka Demansingi vegna þess að það verður ekki svona ótrúlega troðið af fólki. Þú vilt svolítið fá þetta rými. Nú, Háskólafélag Suðurlands, Ingunn, við erum að tala saman, Bifröst og Suðurlandið, sko. Við skiljum þarfir landsbyggðarinnar og þetta það sem skiptir alveg ótrúlega mikið og ég vissi til dæmis ekki að þessu prógrami Mentakvöt sem alveg frábært hjá ykkur og gaman að fara í þessa sögu. Og svo Sigrún Davíð sem orðið vinkona mín af því að alltaf það ég að gera með klára mótnana þá hlusta ég á henni í útvarpinu og svo gaman að sjá henni mynd, sko. Af því að við eigum orðið vin úr útvarpinu að þess að vita af því og svo allt í einu fáum við hana hérna í allri sinni dýrkonuna sem getur talað allt og það einmitt svo skemmtileg lýsing, hvenær erum við að tala innan frá samfélagi þegar við búum í því og svo líka af því hún Íslendingur, þá hún með gleraugu okkar á önnur samfélag. Þess vegna sem það svo mikilvægt að hafa fréttaritara sem að leiða okkur svona inn í samfélag og einmitt hvenær missum maður tengslin við samfélag, hvenær heldur maður þeim aftur. Ég einmitt orðin veik að ég hef ekki farið til Spánar, ég hef ekki farið upp í flugvél í 13 mánuði.
bara bjó í flugvél áður og einmitt svona svolítið fann áhyggjur að missa tengslin, sko. En það akkurat líka þessi nánd og þessi samleið sem myndast núna með landsbyggðardeildum FKA, sem sameinar öll okkar áhugamál og ástríði og það engin fyrirstaða að tala um einhver sem fyrir austan eða norðan, bara að þú ert að vinna svipuðu verkefni. Nú, áfram höldum við og Laufey rokkaði úr Hveragerði og ég fattaði líka hvað við vorum allir miklu eldri heldur og þú, bara var rosalega fein að sjá þig og gaman að sjá þig fara úr landslagsarkitektur og reka þetta flotta fyrirtæki í Hveragerði pluss öllu öðru sem þú getur gert og hvað markasetning einmitt skiptir gífurlega miklu máli og Húsafellið að taka stað á þann stað sem að Húsafell núna. Ég man eftir Húsafelli þar sem voru pínulítil hús og tjaldstæði, útihátíðir og hvernig þau hafa hjónin í þrotlausi vinnu stækkað Húsafell, gert þetta að svona high-end ferðamanna áfangastað, hvernig Borgarfjörðin orðin áfangastaður og það akkurat það sem gerist að það pláss fyrir okkur öll á toppnum. Það ekki bara pláss fyrir einhvern eitt flottan, heldur pláss fyrir því fleiri góðu veitingarstaðir sem eru, því fleiri fara á staði vegna þess að þú fær til þess að borða það þarna föstudeginum, þarna laugardeginum og það svolítið að gerast í Borgarfirðinum, það að koma samlegðar áhrif allstaðar og akkurat vegna þess að fólk að græða allir á því að einhver annar komi sterkur inn. Og Hildur Þóra, það var geggjað að koma í þykjustu heimsóktíðin í Hegranesið, ég mun koma í raunheimsókn næst þegar Siglufjörð, það alveg á hreinu og sjá kraftinn, hvernig þið hafi búið til fyrirtæki utan það sem þið eru góði að gera og eitthvað skemmtilegt að gera og við erum allar stelpurnar hérna á Vesturlandspíurnar, við ætlum að fá okkur Pure Natura, það ekki spurning og virkilega aðdánavert og hvernig þú Sesselja rammaður okkur inn í lokin, myndir okkur á að auðlindir jarðar eru þrjótanlegar. Myndir okkur á að allt sem við gerum og allt sem við segjum skiptir máli. Til dæmis voru ekki mörg kolefnisspor út af þessari ráðstefnu í dag. Við erum að tala frá staðnum sem hentar okkur best. Og að sérhver landshluti getur gert svo ótrúlega margt. Bara einmitt öll þessi innfluttu ber sem við fáum allstaðar frá. Hvernig getum við virkjað okkur betur í hverjum einasta landshluta? Og mér geggja þetta prógram með gróðurhúsið á Húsavík. Nú, þetta svona summan af því sem hefur átt sér stað, en það merkilegasta sem hefur gerst að landslutanefndir FKA hafa tekið hendur saman og mér sýnist þetta að vera bara byrjunin af því sem koma skal, af því hvernig við getum unnið saman og tengt ástríð okkar, fyrirtæki, byggðastefnu saman. Ég veit að þetta bara einn lítill hluti sem við getum gert, en við gerum þetta miklu kröftulegar en ella af því að þetta ekki pólitík, þetta ekki stefna einhver stjórnmálaflokks, heldur þetta bara gildi sem við viljum hugsa og tengjast því hvernig lífi viljum við lifa. Og eigum við ekki að opna fyrir einhverja spurningalöfi. Ég held ég sé svona svolítið búin að ferðast yfir, ég vona ég hafi ekki gleymt neinu. En okkur einhverju taugafalli? Ég held að þú hafi tjekkað út listan. Ég var ekki alveg nógu markviss í að merka þitt. En hún Annika, hún með hún segir eitthvað vita það hvað margir að vinna á Íslandi, svona location free, eins og hún kallaði það, og hvernig svo þróun Það rosalega lítið vitað þetta. Við vitum að það mikil kynslóðmunur. Við vitum að unga fólki mun ráða sig í verkefni, ekki í vinnu til fyrirtækja. Unga fólkið hugsar ekki, ég ætla að ráða mig hjá einhverju fyrirtæki, heldur hugsa það, veitu þetta, mig langar að gera þetta, þetta eru gildin mín og til þess að eignast meiri pening þá bara eyði ég minni pening. Og þau leita líka í ódýrra húsnæði. Þið munið hvernig Berlín var það, fyrst var Barcelona, New York, Evrópu, svo var Berlín, New York, Evrópu og nú Aþena svolítið að taka við. Vegna þess að fólki leitar, vatnið flæðir alltaf þangað sem það mælist og unga fólki leitar á staðina sem það vill búa á
Og til dæmis á Siglufirði fyrra dag, þá hitti ég ungan mann sem að Reykjavík og konans var að vinna hjá Vá og misti vinnuna, auðvitað fluttu bara í Skagafjörði og eignast barni þar og er búin að vera í frábæra vinnu. Þetta er að gerast núna vegna þess að tónninn er annar og það er ekki það sama og Ingibjörg lendi þegar hún flutti út á land að fólk segja, byrju, hvað er að þér? Og ég heyri stundum sko að fólk hugsa, byrju, hvað var þess að gera, flytja á 101 og Siglufjörð og svo að Bifröst, en ég heyri miklu frekar, vá, það voru aldrei þess að blómstra. Og það er komin annar tónn. Já, þetta er líka eins og Annika segir hérna, líka er þetta ekki svolítið hugsunarháttur stjórnenda sem er að ýta á og draga úr eftir hvernig hugsun þeirra að hafa starfsfólk í húsi eða ekki. Sko, núna á næstu árum er búið að spá því að 250.000 fermetrar af skrifstofuhúsnæði muni losna í Reykjavík. Og ég var að lesa þróun í New York, það er alveg það sama að gerast það. Það er mjög dýrt að borga starfsstöð fyrir starfsmenn. Og ef að starfsmenn færa á móti þann sveigjanleika að geta unni heima hjá sér. Og stundum eins og í gær var ég á fundi, ég var að funda með einni sem ég vinn með Key Performance Indicators, svona mælikvarða í stefnumótun og að meðan bakaði rökkbrauð. Og ég var algjörlega með hausinn í því sem ég var að gera. Og ég held að margir upplifa að þeir geta haldið betur utan heimili sitt, geta hjúpa sér betur að og lifa innihaldsríkara lífi. Algjörlega. Og til dæmis er ég mjög dugleg að taka fólk á göngufundi. Já. Hver segir að fundarherbyggi eigi að vera skrifborðið? Algjörlega. Þetta finna þessar skapandi leiðir til að bara halda samskiptum og í gangandi. Já. Það sem að öllum líður bara vel. Og Annika er hérna áfram. Já. Síðan þarf að vera mismunandi húsnæði fyrir starfsfólk og fjölskyldu þeirra. Það er vandamál því ekki hefur mikið uppbyggingu á húsnæði nema þá kannski í stærri bæjum. Gaman að vita hvað bæjarfélagið gerir þessum málum. Ég veit að það er allavega hérna á Suðurlandi, er heilmikil uppbygging. Oft er jafnvel lóð á skortur einmitt, en ef við bara horfum hérna inn á Selfossi þá er bara verið að byggja heilu hverfin. Nákvæmlega. Og Annika, komdu bara Bifröst, við erum að selja 44 eignir eiginlega brunnátsöluðina, sem er háskóli og það er allt. Þetta er út allt land og það er nefnilega líka þetta, að í staðis að hugsa hvernig get ég hækka launin mín, að hugsa hvernig get ég fengið meira fyrir peningana mína. Þar sem ég eyði ekki jafn miklu í samgöngur og húsnæði og með því að búa út á landi þá sparar þú gífilega mikið. Algjörlega. Og kannski fengið svona rými í að skapa þér þín tækifæri sem þau hefur dreymt alltaf um. Akkurat. Byggja þig upp. Má ég bæta einu við, stelpur? Já, hérna. Endilega. Af því að mér finnst þetta svolítið góður punktur hérna og spurning, af því að já, einmitt, þetta er nefnilega alveg líka smá áskorun á sveitafélögin að þú veist þessi svona stemning sé komin, að þú getur bara búið hvar sem er og unni hvar sem er og ég veit bara því ég er með sveitastjóran hérna með mér í Skútustaðahreppi að þau segja til dæmis hér á þessu svæði sem ég er núna hérna bara eina helgi, að hér sé bara engin hús til sölu eða til leigu og þú veist, og auðvitað er þetta eitthvað sem að auðvitað svona sveitafélögin og við svona fólkið sem búum í landinu þurfum kannski aðeins að þrýsta á líka að segja, þú veist, ef við ætlum að flytja eitthvað þá þarf að vera aðstæða til þess að við getum komið. Og ég veit að hérna hjá SSNE til dæmis þau voru að skoða bara hvaða skrifborð eða hvaða pláss er til dæmis í einkageiranum bara opið á Akureyri. Og ég held að sé alveg heil 3 skrifborð á lausu þar. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, það er líka, við þurfum líka auðvitað vera í einhverju samtali við sveitafélögin og þannig að allir séu, þú veist, að séu undirbúnir fyrir þetta. Sé kannski einhver stefna í gangi. Eins og Þorp á Spáni, þau eru með coworking, það eru allstaðar í pínlítlum þorpum út allan Spán, eru svona coworking skrifstofur. Og annað sem ég fann líka á netinu, það eru æðislega samtök svissnesk sem að stuðla því að byggja upp þorp sem að fólk flytur úr og þá er það gert alveg markvisst að hjálpa fólki að flytja úr stórborgum sem að þrífst ekkert alveg þar og í þorpin og þá fer í gang viðskiptarhraðat og svo líka undirbúa íbúðin í þorpunum vegna þess að oft er þorpsmórallin hvað er þess að flytja inn í samfélagið og ég hef heyrt margar sögur af þorpum út á landi þar sem að nýja fólki er kannski ekki endilega boðið velkomið
og það vantar kannski þessa gestrisni sem að þessi ár sem ég bjó í Bandaríkjunum sem að lærði svo vel að, þú veist, ég var ekki búin að setja sófann í stofu, þá var nágranninn komið með heitt brauð og ávöxtakörfu og blóm, skiljiði. Og þetta líka svona eitthvað sem að sveitarfélögin geta sett taktin í að vera með opinn faðminn. Algjörlega. Ég veit að SAS, Samband sunnlenskra sveitarfélaga, í svona átaki og vitundavakningu störf og staðsetningar og svona samvinnurými og þar listað upp það fjölmörgu skrifstofurými sem eru í boði og ég veit að með nýja miðbærum hérna á Selfossi verið að auka við svona bara af einkaaðilum. Þannig að ég held að þetta sé bara, og sérstaklega eftir seinasta ár er þessi hugsun að aukast og bara það að maður þurfi þó maður einhver áður sem að þurfti að aka 50 km til að mæti vinnuna sína sem hefði alveg geta gert kannski í heima þorpinu sínu eða heima svæðinu sínu, að þá spara það líka pening náttúrulega og tíma. Þó sést kannski að mæta á einhvern stað. Já, það líka bara þessi suðupottur hugmynda. Einni góður í vefsöggjað, annar góður í markaðssetning á netinu. Þegar ég byrjaði með mitt fyrirtæki þá lærði ég svo ótrúlega margt af því að hitta annað fólk sem er á svipuðum stað. Algjörlega, þeir segja í teymisþjálfuninni að 1 + 1 er ekki 2, heldur 1 + 1 er 5. Því að við mögnum okkar þekkingu. Svo hérna Hildur Margréti segir tíminn er að verða það verðmætasta sem við eigum og búseta á landsbyggðinni býður yfirleitt á meiri tíma í annað vinnu þar að segja. Þannig að þetta er bara allt jákvætt. Er það ekki? Jú. Og ég ekki bara að gefa orðið yfir til þín, Laufey, erum við ekki búin að ramma þetta inn? Við sýnist það bara. Og við boðum bara árlega svona ráðstefnu, það er ekkert annað, er það nokkuð? Algjörlega, þetta er ekki mikið mál. Það þarf ekki einu sinni að fara, við ekki fara úr sófanum heima að sér. Akkurat. Ég ætla bara að þakka þér, Margrét, fyrir þitt innlegg og ykkur öllum sem að hlustuðu, gáðu ykkur tíma í að vera með okkur. Sigurður Inga til að ávarpa okkur hérna í upphafi og svo að sjálfsögðu Háskólann Bifröst að hýsa ráðstefnuna í rafheiminum, því það kom tæknimaður, Leifur tæknimaður kom þaðan. Vonandi næst þá kannski fá að vera í raunheiminum líka. Og svo þakka þeim sem að voru með erindi, bara kæra þakkir til að koma og vera með okkur. Gaman að heyra tækifærin og ykkar vegferð. Einnig vil ég þakka þeim sem voru með mig í undirbúningsnefndinni. Það var Hrund Guðmundsdóttir, Jóhanna Hildur Ágústsdóttir, Dagný Ósk Halldórsdóttir og svo Margrét Jónsdóttir Njarðvík. Eins og talaði áðan, FKA er hreyfiafl, það er ástæðan fyrir hann sem við erum hérna í dag og tengslanett og sýnileiki. Við höldum bara áfram að halda umræðinu lifandi, staðsetningin skiptir ekki máli. Ég bara eigið góða helgi, takk fyrir.